ekki viss, en ég reikna með því. Já. Það sé ég fólk kinka kolli, þannig ég er svona að reikna frekar með því. Velkomin á fund menntanefndar. Svona svo það sé tekið fram þá, strax í upphafi þá hafa þó nokkrir sem komast ekki á fundin geta ekki hlusta á hann í svona beinni útsendingu, beðið að spurt hvort hann verið tekinn upp. Þannig að við erum að taka fundin upp, bara svo þið vitið það, og til þess að hann verið þá aðgengilegur á YouTube. Það er ansi fríður hópur sem að tekur þátt í fundinum með okkur núna og ég ætla bara að fá að þakka þeim kærlega fyrir. Þetta er fundur sem að menntanefnd Samfylkingarinnar stendur fyrir og í vetur og sumar þá höfum við unnið að því að okkur finnst mjög metnaðarfullri menntastefnu, en við vilja bæta svolítið inn í og bara leggja áherslu á það að fá sjónarmið fagfólks og sérfræðinga inn, og menntastefnan er þetta ekki, hún er ekki tilbúin, hún er aldrei tilbúin fyrir að bara komið að kosningum. Hún er ekki endanleg og við viljum í rauninni nota tækifærið til þess að halda svona fundi, og þá langar við þetta að fá fólk eins og þessa fínu ræðumenn sem eru hérna með okkur í kvöld eða núna seinni partinn, og það þakka þeim kærlega fyrir það að vera með. Það er kannski svolítið sérkennilegt heiti á fundi, en það bara stundum að leyfa sér það, og ég ætla bara að hefja leikinn og svo förum við bara í gegnum þetta. Ég ætla að biðja ykkur að geyma spurningar ef við hafið þær, bara þá til í lokin, þangað til allir hafa talað, ef þið vildu vilja vera svo væn. En þá ætla ég að deila skjánum mínum, og það kemur það ekki mjög illa út. Sjá. Við kannumst nú öll við þennan góða mann, hann er svolítið skemmtilegur, með margar háskólagráður og vinnur á bensinstöð. Áherslunar okkar í menntanefndinni, áherslu menntastefnunnar eru nokkuð skýrar, svona ef við skoðum kannski stóru myndina. Það er að menntakerfið er mikilvægasta jöfnunartækið. Þetta er lykillinn að félagslegu réttlæti vegna þess að hún auðvitað menntunin opnar dyr og eykur lífsgæði, bætir kjör. Hún er forsenda félagslegs hreyfanleika og ekki síður grunnur náttúrulega allra vísinda og nýsköpunar þar að leiðandi. Ef við horfum náttúrulega á þessi stærstu viðfangsefni samtímans, þá eru menntun, þekking og vísindi okkar öflugustu samherjar í viðureigninni við þessi viðfangsefni. Og það er í rauninni sama hvert við lítum, hvort það er COVID, loftslagsbreytingar eða bara hreinlega ójöfnuður. Við vitum auðvitað að við erum með meiri tæknibyltingu, það er fókusun á þessum fundi, en fólk tala stundum þannig að eins og það sé að bíða eftir fjórðu tæknibyltingunni. Hún er auðvitað alveg komin og við erum kannski í henni miðri. Hún hefur breytt nú þegar mjög miklu í okkar lífi og atvinnugreinum, sérstaklega við þurfum kannski ekki að líta lengra heldur en bara á sjávarútveginn á Íslandi til þess að sjá sjálfvirknivæðinguna sem var þar fyrir þó nokkru síðan og með breytingum auðvitað á störfum fólks. Það sem að við menntanefndinni viljum leggja áherslu á er á uppbyggingu þekkingargreina á í rauninni hugvitið á Íslandi. Og einfaldlega með þess að með því að virkja þessar auðlindir í huganum þá höfum við tækifæri til þess að búa til svo miklu meiri verðmæti og líka verðmætari störf. En kannski akkurat núna, þá hefur aðgangur allra að geðmenntun kannski aldrei verið mikilvægari heldur en akkurat núna, vegna þess að það að hafa aðgang að þekkingarhagkerfinu, það felur það í sér að þú þarft að geta öðlast menntun sem að virka í því kerfið saman. Ég er sannfærð að Ólafur Andri mun fara aðeins betur yfir þessar iðnbyltingar. Það er auðvitað að tala um þessar 4 iðnbyltingar yfirleitt. Hann mun örugglega fara betur yfir þær núna strax á eftir. En lífsgæðin sem við búum við, þau byggja á þessum tækniframförum. Það eru þetta menntun, rannsóknir og nýsköpun. Klemman sem við þurfum að eiga við núna er að þessi nýja tækni, hún útrýmir störfum, en hún líka býr til lífsstörf. Það er alveg skýrt. Fyrst og síðast þá náttúrulega er þetta tímabil þarna á milli sem er auðvitað mjög erfitt. Það er fólk þarna í forgrunni sem missir náttúrulega framfærsluna sína. Við erum þetta nú þegar í atvinnuleysiskreppu og
áherslan sem á að vera á nýsköpun og í rauninni þessi fína nýsköpunarstefna sem var mótuð daginn. Þar er þau að fylgja henni eftir með náttúrulega, getum við sagt, að þessu rausnarlegri fjárframlögum frá ríkinu. 0,3% af landsframleiðslu kannski ekki, það ekki mikil bylting í því. Ekki síður þurfum við að leggja áherslu á náttúrulega endurmenntun og endurþjálfun. Vegna þess að þegar fólk missir störfin sín og þegar störfin breytast svona mikið, þá er raunverulega hægt á því að fólk bara detti út af vinnumarkaði og við þurfum ekki að líta neitt mjög langt til þess að sjá hvað hefur verið gert. Til dæmis bara Danir hafa lagt áherslu á það að endurmennta fólk þegar það missir vinnuna en ekki síður á meðan það er í vinnu. Og þetta snýst ekki alltaf bara tæknilega færni þó að það sé þetta mikilvægt, heldur ekki síður þessar svokölluðu mjúku færni eða soft skills sem að skipta meira og meira máli. En svona hvað mig varðar þá er líka áhugavert að skoða hvernig það verður til meiri verðmæti í þessum iðnbyltingum. Og skipting þeirra, hún er oft ansi ójöfn. Þessar verðmæta aukningar sem að fylgir tækniframförum og eins og við sjáum bara í fyrstu iðnbyltingunni það sem að verkafólk bjó við ákveðlega bág kjör og naut ekki afrakstursins af þessum tækniframförum. Börn og konur voru mjög vinsælt vinnuafl vegna þess að það svona þurfti ekki að það hefðu mjög lítil réttindi og það tók ótrúlega langan tíma í rauninni að taka til dæmis á vinnuþrælkun getum við sagt barna. Þetta er þannig að síðan viðvarandi viðfangsefni með þess að það eru svo mikil tækifæri í þessum tækniframförum og það er kannski þar sem við þurfum svolítið að halda á spöðunum og sjá til þess að kjör launafólks haldist í hendur þarna við verðmætasköpunina og að jöfnuður í rauninni séu kannski forgrunni meira. Þessi svona mjúku hæfileikar þarna, mjúka færnin, hún er auðvitað af ýmsum toga en þetta eru þættir sem að mikil áhersla hefur verið lögð á undanfarið og ég held að við þyrftum kannski að skoða aðeins betur bara svona almennt í námi. Og það var gaman líka að heyra hvað Logi hefur til dæmis að segja það varðandi þá mikilvægi sköpunar þarna í tengslum við vinnumarkaðinn. En þetta voru bara svona stuttur inngangur. Ég ætla að fá að biðja hann Ólaf Andra Ragnarsson, tölvunarfræðing og frumkvöðul að byrja og svo sjáum við bara hvernig ræðumennirnir detta inn. Ólafur Andri, þú kannski bara deilir þínu skjá núna, ég gerir það frá sér með glærur. Já, þú kannski, já. Þá er ég þetta út. Ok. Þú ert komin inn í framtíðina, ég sé það. Mitt. Ok. Þetta er komið. Já, góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ég ætla að fjalla hvernig störf er að breytast út frá svona tækninni og við höfum séð það eins og minnst var á að það hafi verið mikla breytingar undanfarin ár og menn að tala að verði ennþá meiri breytingar á næstu áratugum og bara á þessari öld og við höfum farið í gegnum samfellda iðnvæðingu bara frá því á 17. og 18. öld bara í gegnum þessar byltingar allar saman og við höfum svona menn tala gjarnan svona 3 byltingar og svo 4. sem við erum í núna. Við þekkjum þessar byltingar en þessi sem er núna, hún er svolítið hafin eiginlega bara þetta er 21. öldin og það má ekki segja undirliggjandi tækni fyrir þennan heim sem við erum að lifa í dag, eða fara inn í dag er þetta sem hefur komið bara núna á síðustu áratugum eins og til dæmis vefurinn, skýjaþjónustunnar, snjallsíminn, gervigreind og fullt af öðru sem hefur komið. Og þetta er það sem býr til undirstöðunar fyrir þessar breytingar sem við erum að sjá. Og bara svo ég legg ég áherslu á mikilvægi snjallsíma því að snjallsíminn hefur breytt alveg gríðarlega í lífi okkar nú þegar og hann er orðinn eiginlega svona plattform fyrir nýja tækni til að koma og bara til að setja í samhengi við tækni fyrir tíma þá er snjallsíminn mörgum milljón sinnum öflugri heldur en allur tæknibúnaður Apollo 11 leiðangursins. Þú hefði getað stýrt leiðangurinn til tungls með iPhone síma til dæmis.
Það sem ég eins og áhuga á og skoða mikið, það hvað gerir fólk þegar komið með þessa græju, mörgum miljón sinnum meiri heldur en bara tunglferðin var. Hvað gerir fólk? Þetta það sem er svo áhugavert að skoða. En það eitt sem við sjáum alltaf aftur og aftur, við eigum það til að ofmeta ávinning tækniframfara til skamstíma en vanmeta til langstíma. Þetta svona þema sem kemur í gegnum mjög margt. Fjórða iðnbyltingin byggir á fullt af tækni. En það sem hins vegar áhugaverðar að það svona eiginlega lausnirnar sem verða til, nýjar lausnir sem verða til, sem búa til hagkvæmari vörur, þjónustu, afkastameiri, sem þá getum við gert hluti sem við aldrei getað gert áður. En það eitt sem við skulum hafa í huga með fjórða iðnbyltinguna. Fjórða iðnbyltingin hugbúnaðarbylting. Það að segja að það hugbúnað. Ef þú vilt skilja fjórða iðnbyltinguna, þá þarf það að skilja hugbúnað. Því að hugbúnaður að éta sig í gegnum heiminn inn í allt sem við kemur fyrirtæki að breytast í hugbúnaðarfyrirtæki. Hugbúnaðurinn verður grundvallaratriði í þeirra rekstri, ekki eitthvað tól eða dót sem menn nota, eins og til dæmis tölvupúrtur eitthvað, þetta fer út allt. En þetta snjall hugbúnaður, rauntíma hugbúnaður, hann opinn með forritaskilum, allir geta tengst, þannig að þetta byggir allt sem sagt á hugbúnaði. Og núna erum við komin á það að við erum að sjá fjármálakerfi breytast, við erum að sjá heilsugæsluna breytast, verslun. Þannig að einu sem voru tæknifyrirtæki, nú eru öll fyrirtæki að verða tæknifyrirtæki og menntunin líka breytast og við höfum séð það undanfarnum mánuðum á þessu ári með margt breyst. Og þá kemur svona stóra spurningin, munum bara róbótarnir koma og taka allt störfin og við bara verðum atvinnulaus, tilgangslaus. Það svona það sem svona undir niðri menn að spá þetta mun að útrýma öllu. Ég held að það sé fjarri lagi og við erum að sjá róbóta á sjálfvirknivæðingu, hvort það hugbúnaður vélbúnaður fara og gera fólk öflugra. Bara sem dæmi þá eru róbótarnir að koma inn í framleiðslu á hlutum og vinna með fólki því að nú geta róbótarnir séð, þeir geta heyrt, við getum talað við þá. Þannig að verksmiðjur sem þurftu 100 manns þurfa kannski færri núna en það þýðir það að það er hagkvæmara að reisa þær í Evrópu eða í Bandaríkjunum. Tækni hefur áhrif á störf, það er klárt. Tækni hefur útrýmt og breytt störfum alveg frá fyrstu iðnbyltingunni og til dæmis bara ef við berum saman landbúnaðinn, það er náttúrulega gjörbreyst, mikil breyting á þessu. En það er kannski að horfa á því samhengi við tvenns konar áhrif. Það er að segja tækni sem útrýmir störfum, bara fólk verður atvinnulaust, það er ekkert að gera fyrir þetta og þannig eru nokkuð dæmi það. Síðan líka, og þetta eiginlega algengara, tækni sem auðveldar störf, gerir fólk öflugra, meiri framleiðni, það er fljótara og þarna sjáum við því að störf eru svo margslungi, þau eru uppbyggð af mörgum verkþáttum og kannski verður einn verkþáttur auðveldari og þá getum við gert meira og svo verða til sem vantar inn á þetta að það verða til miklu fleiri störf og bara til dæmis í þriðju iðnbyltingunni þegar einkatölvan kom þá útrýmdi hún 3,5 milljón störfum en bjó til 19 milljón störf í staðinn. En stundum ekki allir ánægðir með þegar störfin hverfa og munum eftir Ludditanum, við konumst við þá. Luddita nútímans þetta Frakklandi þegar Uber kom í París, þá mótmæltu þeir, leigubílstjórar. En það sem ég lærði því ég var að skrifa bókina mína fjórðu iðnbyltinguna, það var eitt þema sem kom í gegnum eins og þráður í gegnum alla þessa sögu og það að það sem vont fyrir fáa til skamstíma gott fyrir marga til langstíma vegna þess að þegar framleiðslar þjónusta verður hagkvæmari þá allir betur settir við það, þannig að tæknin býr til hagvöxt og framlegð og svo framvegis. En við erum að sjá breytingar á störfum alveg klárlega, ekki bara svona hvítflipastörfum, heldur líka bara iðnaðarstörfum og við erum að sjá þess að það margt sem að fólk gerði, það verður auðveldar að gera, það verður fljótar að gera, þó að vinna við svona hefðbundin störf. Og ég get tekið 2 dæmi, þetta Spektafló fyrirtækið í Reykjavík, þetta fyrirtæki fyrir þrif á hótelherbyggjum. Það að segja starfsmenn sem vinna við að þrífa hótelherbyggi, þeir opna bara appið, þeir þurfa ekki að tala við einhvern í hótelinu, þeir opna bara appið, fara á þá hæð sem það eiga að vera og herbyggin á stundum þarf að þrífa þau mikið, stundum þarf að þrífa þau lítið, stundum þarf að þrífa alveg bara þangað til að þau séu fyrir næsta gest af því að einhver voru að tjekka út. Og þegar að búið að þrífa herbyggi, þá bara breytt stöðun á herbygginu og svo sem maður sér herbyggin hjá hótelinu, sér stöðun í rauntíma að koma inn. Við höfum aldrei séð þetta áður. Það rauntíma staða á þrifum á hótelherbyggi vegna þess að hver einasta manneskja með snjallsíma. Í bónus
geta þeir sem þrífa herbyggin látið vita að það þarf að gera við eitthvað. Þannig að eftirlitið á herbygginu komið inn í snjallsímann og þeir sem eru í herbygginu verða þá eftirlitsmenn sem og húsvörðurinn getur bara séð yfirlit á hverjum morgni hvað þarf að gera við í hvaða herbyggjum. Annað dæmi, vaktaforrit fyrir verslanir til dæmis. Þetta íslenskt fyrirtæki sem bjóð þetta til. Ef þú vilt losa þig við vakt, fá aðra vakt, þá fer þetta allt í gegnum snjallsímann. Þannig að veröldin komin í snjallsímann. Við erum komin bara, það allt í símanum og tímapantanir að vera stafrænar. Það alltaf verða svona hægt og rólega að verða stafrænt alls staðar. Við erum hægt að fara í bankann, við förum ekki að ferðaskrifstofuna nema undir einhverjum sérstökum kringumstæðum. Þetta alltaf orðið eitthvað app. Og jável fyrirtæki að breytast. Millistjórnendur að verða að fá nýtt hlutverk eða verða óþarfir og nú það teymi sem að taka ákvarðanir og bera ábyrgð, þannig að fyrirtækin að breytast. En það líka, við erum líka að fara að sjá samskipti við vélar breytast, ekki bara tölvur, heldur bara vélar almennt. Við erum að því að tölvur hafa sjón, þær hafa heyrn, þær hafa skynjun og þær geta skynjað líka hreyfingar. Hvernig við lærum líka breytast, kennar upp í töflu og við erum að fara yfir í stafrænt nám, fjárnám, símenntun, stafræna gráðu í staðans að fá 1 A4 blað. Þegar þú útskrifast eftir 4 ár, þá færðu bara lista, þá gráðaðin bara í database með allt sem hún gerðir á öllum verkefnum og allt sem hún gerir þegar þú hlustar á TED-fyrirlestur eða hvaða það fyrir inn í ferilskránaðina sem líka database og þetta CMAT. Lokaprófin eru farin eða munu fara því að það hægt að skoða nákvæmlega hvað þú ert að gera, hvað þú horfir á, hvernig þú svarar spurningum. Þannig að það bara að meta því í rauntíma. Störf að breytast líka eins og við höfum séð, gervigreindir að taka við mikið af hlutum. Sjúkdómsgreining, skoðanir, ráðleggingar, þetta alltaf farin inn í að breyta læknar sem að nota gervigreind til þess að greina sjúkdóma, þeir verða bara öflugri. Og heilsan, ef við getum mælt heilsun okkar, sett það inn í einhverja þjónustu ef við viljum, þá getum við séð hvort að okkur vanti þetta eða hitt eða hvort það sé eitthvað að gerast í líkamannum. Við höfum líka að sjá þetta í umhverfinu okkar, bara fara frá áætlunum eins og sorphirðaáætlun, strætóáætlun yfir í eitthvað sem bara samkvæmt þörfum rauntímans. Finna stæði til dæmis, 30% af traffík í borgum, miðborgum að fólk að leita stæði en ef við hefðum þessar upplýsingar bara. Umferðarteppur, við erum að sjá miklar breytingar í samgöngum, drónar sem flytja fólk og vörur, flæði, við erum að sjá framfarir í undirgöngum, allt þetta kemur á næstu 2-3 áratugum. Þannig að hvernig við vinnum hlutina að breytast. Það sem handvirkt, tímafrekt, mikill samskipti, bið, dýrt, það verður hraðvirkara, sjálfvirkara, skilvirkara vegna þess að við höfum tæknina sem þarf til þess. Þannig að umhverfið okkar að breytast, við lifum í snjallheimi, við lifum heim í skínu og snjallsíminn að gáttin. Þetta svona það sem við erum að sjá fyrir á næstu áratugum. Og það sem ég alltaf sagt þegar menn segja, en eru þá ekki allir störfin að hverfa? Nei, vegna þess að þetta breytist svo hægt. Tæknilegt atvinnuleysi hefur verið mjög lítið í gegnum allar þessar iðnbyltingar og vegna þess að þetta dreifstýrt vandamál, vegna þess að þegar að fólk sér að það eitthvað sem ekki framtíð, þá hættir það fyrir að skoða eitthvað annað. En það hins vegar annað sem getur gerst og það krísur og krísur eiga til að búa til atvinnuleysi og við höfum séð COVID-krísuna koma og þá fór margt á fullt. Innleiðing sem hefði tekið mánuði, bara til þess að velja hvaða fjarfundarbúna fyrirtæki ætti að nota væri svona nokkra mánaða prósess í að meta allt kerfin. Þetta bara gert á einum eftirmiti. Netverslun hefur snaraukist, fjarvinna, fjarlækningar, skemmtun, Disney Plus gerði á 5 vikum, þannig að Netflix gerði á 7 árum og 250 milljón manns fór í fjarnám á 2 vikum. Þannig að óbúslega mikla breytingar út af krísu, í krísum gerast hlutir. Þannig að innleiðing sem hefði tekið í mánuði, það tekur allt í einu minni tíma. En aðeins fjarvinnuna, ég skoðaði það sérstaklega, hvernig eru vinnuafköstin? Munum við halda áfram fjarvinnu eftir COVID? Og ég skoðaði eina rannsókn sem kom út nýlega, ef starfsmenn voru spurðir hvernig eru vinnuafköstin í vinnunni, þá voru flestir sem sagði að þeir voru afkasta meiri í fjarvinnu. Stjórnendur þeir voru svona líka, að þetta væri að svipa afkasta meira. Þegar COVID-krísan búin munum við hvar viljum við vinna, fjarvinnu eða á skrifstofunni og það ekkert svo margir sem að fara aftur á skrifstofuna samkvæmt þessari könnun. Nú veitum við ekkert hvernig þetta fer en samkvæmt könnunum þá menn ekkert að fara aftur á skrifstofuna.
eftir COVID, hvaða ástæður eru, ef þú ferð á skrifstofuna, þá það náttúrulega teymi, samskipti auglitis, til að nota tæki, einhverjir kom svo að þeir vildu fá kaffið ódýrt eða frítt, þannig að fjarvinnsla eru hugsanlega að einhver leyti komin til með að vera. Þannig að ef við heimfærum þetta svona almennt þessar krísur upp á það sem við höfum séð, þá kannski vonandi allavega COVID vont til skamstíma en kannski gott til langstíma. Það allavega það sem maður verður að vona. Og takk fyrir mig. Afsakið hvað ég talaði hratt. Ekkert að afsaka, þetta var mjög skemmtilegt og ég reyndar mæli með þessari bók, Fjórða iðnbyltingin. Ég nefnilega búin að vera að lesa undanfarið og hún alveg ótrúlega flott samantekt á þessum tækniframförum sem að við bæði erum að fara í gegnum og auðvitað heimurinn mannkynið hefur farið í gegnum. Þá kannski bara getur þú hægt að deila skjánum, Ólafur, og ég ætla að biðja Katrínu Ólafsdóttur sem hagfræðingur og dósent við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og situr reyndar ef við skjátlast ekki í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands líka. Ég ætla að biðja hana að taka við og fara aðeins yfir það hver framtíðin á íslensku vinnumarkaði. Gjörðu svo vel, Katrín. Þakka þér fyrir. Ég hérna einhverju smá tæknivandamáli að deila skjánum. Það bara klassík. Við höfum alveg Er það ekki bara venjulegt? Já. Það ekkert í fyrsta skipti sem það gerist á svona fundi. Nei. Já, hengar ykkur venn. Ok, ég held ég sé tilbúin að fara af stað. Heyrðu, bara takk fyrir að bjóða mér og það bara vill svo skemmtilega til að við höfum ekki samráð okkar erindi en það sem ég að fara að tala það kemur bæði inn á það sem Jóhanna Vigdís gerði og Ólafur Andri, þannig að þetta tengist allt mjög vel. Það sem ég ætla að tala er svona framtíðin á íslensku vinnumarkaði og þetta byggist dálítið á stóru norrænu verkefni sem að kallast The Future of Work og þetta verkefni að klárast bara núna í vikunni, það lokaráðstefna verður á fimmtudaginn og hún verður auðvitað á netinu eins og allar ráðstefna þessa dagana. Hluti af þessu verkefni eru skýrslur sem koma út í Tema Nord ritröðinni, það ekki allar komnar, það áttu að koma fyrir fundin, ekki allar komnar. En þetta 3 ára verkefni sem búið að vera öll Norðurlöndin og fjármagna Norrænu ráðherranefndinni, þannig að þetta búið að vera þetta svona mjög yfirgripsmikið verkefni, þannig að ég ætla svona tæpa á sumu sem að þar hefur verið gert. Nú, þetta rauninni samanmynd og Jóhanna Vigdís var með áðan, það að segja benda á það að svona sögulega hefur framleiðni og laun haldist í hendur, svarta línan er framleiðni, bláa línan eru meðallaun og græna línan síðan svona starfsmálaplani sem hefur rauninni bara staðnað og verið á sama stað núna síðustu 40 árin. Og þarna svona bara svo ég tengi þetta söngin sem kemur iðulega frá Seðlabankanum og okkur í peningastefnunefnd þegar kjarasamningar eru að fara af stað að við tölum þá 3,5% laun sem bara fína tölu, þá erum við að horfa á 2,5% verðbólgu og 1% framleiðniaukningu, þannig að bara þetta tengist allt saman. En sem sagt launin hafa ekki fylgt framleiðniaukningu síðustu árin, það hefur myndast þarna gap á milli og þarna hefur við séð í flestum löndum meiri tekjudreifingu. Við höfum ekki séð það hér eins mikið á annar staðar, það svona fer eftir hvað tímabil horfir á hér, hvort að það tilfellið eða ekki. En þetta hins vegar ein þróun sem að við höfum séð og ég ætla aðeins að útskýra þessa mynd, það að segja hérna störfum skipt í 3 flokkar, low skill, mid skill og high skill. Og ég ætla að horfa fyrst á mid skill og high skill. Þetta þróun sem við sjáum í mjög mörgum löndum, það að segja þau störf sem eru svona á miðjunni varðandi skill, að þeim að fækka og síðan þau störf sem krefjast mikil, high skill, að þeim að fjölga. Þetta mjög algeng þróun og við sjáum þetta í mjög mörgum löndum. Það sem gerist með low skill, að það aðeins meiri breytileiki þar. Annars vegar sjáum við það að störfum þar líka fækka, það að segja að það fækkar í þeim störfum sem að krefjast ekki mikilla menntunar eða þjálfunar. Og þá erum við að tala upskilling, það að segja að það sé svona meiri þörf, eða þá þeir sem að þar að fjölga
meðal ófaglærðra, það til dæmis eins og í umönnunarstörfum og slíku, að þar tölum við polarization. Þannig að þetta er svona þessi tvö form sem við sjáum. Og í þessari skýrslu sem ég var að nefna þessu verkefni, þar þetta tekið fyrir Norðurlöndin, nema Ísland, tæknileg ástæði fyrir því að við hér þurfum að borga fyrir gögnin frá Hagstofunni, þannig að það var ekki budget fyrir, þannig bara það sé. Nú sé ég komið því að svona til hliðar. En þið sjáið, þið sjáið það er að fjölga störfunum, hérna störfunum skipt í 5 parta og þarna það sem eru mestu, hérna þetta skipt eftir launum, þannig að það sem eru hæstu launin, þar störfum að fjölga og svo svona fækkar þarna ekki alveg kannski í neðsta en í hópnum þar og eftir þar fækkar störfum. Það sem er áhugaverðast það að Svíþjóð eru 2 brúnulínurnar. Allar línurnar eru 2000 til 2010, brúna broddalínan Svíþjóð fyrir 2010, heila línan 2000 til 2015. Þið sjáu hvað mikill munur hérna milli 2010 og 2015. Það finnst mér mjög athyglisvert, þannig að þessi þróun að gerast mjög hratt í Svíþjóð allavega þessa dagana. Nú, það sem við erum líka að sjá á vinnumarkaði, það að segja þegar við erum að sjá appin koma hérna inn og taka yfir, að þetta gamaldags kerfi, starfsmaður sem að gera skriflegan samning við atvinnurekanda, þetta samband fer að brotna niður. Og það kemur svona einhvers konar plattform, rafrænt vettvangur sem að verður þá milliliður, við erum ekki lengur með starfsmann, við erum eitthvað sem sjálfstætt starfandi, við erum ekki með atvinnurekanda, við erum bara með fyrirtæki út í bæ. Og þarna fara þá einhverju hlutur að gerast, þú ert ekki með þetta klassíska samband þarna á milli, það að segja réttindin sem að fylgja því þegar starfsmaður í fyrirtæki, þau eru ekki jafn klár. Og svona til að tengja við það sem Ólafur Andri var að segja, að jafnvel þó sért með svona plattform fyrirtæki sem kannski að ráða fólk til að þrífa hjá þér, að þá hafa þessi fyrirtæki oft skilgreint sig og eru skráð sem tæknifyrirtæki. Þannig að þróunin verður slík að það verður erfitt að fylgja þessari þróun, nákvæmlega hvað að gerast, vegna þess að við fáum hérna skilgreiningin á fyrirtækjunum ekki eins og við að venjast. Þannig að þetta svona mörguleyti verður erfitt að fylgja eftir þessari þróun í gegnum þessi kerfi sem við erum búin að búa okkur til varðandi talnavinnslu og slíkt. En að því sögðu, þá eru langflestir ennþá í fullu starfi, þetta eru Norðurlöndin, konur og kallar, flestir í fullu starfi, þannig að þetta ennþá bara eitthvað á jaðri vinnumarkaðarins. Þetta ekkert sem ráðandi á vinnumarkaðanum, en það mikilvægt að við horfum til framtíðar og hugsa ok, hvað getur orðið, hver getur orðið þróun. Hérna höfum við að horfa, ok, hver í hlutastarfi, hver í tímabundnu starfi, hverjir eru einyrkjar og slíkt. Við sjáum ekki rosalega mikla breytingar yfir tíma, þannig að við sjáum ekki tækniþróun að koma hér inn. Mögulega því að hún ekki eiga sér stað hér á landi. Hins vegar sjáum við hana dálítið meira á Norðurlöndunum, ef þið farið þangað og sjáið Foodora, sendlana og þetta. En mögulega líka eins við náum ekki utan við það í tölunum. Þetta vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar og mögulega bara náum við ekki utanum þá sem að vinna í þessu, í svona óvenjulegum vinnuaðstæðum í þessu kerfi. Þannig að það eitt sem við verðum að hafa svolítið í huga. Hér sjáum við hvernig þetta á Norðurlöndunum og svona til að taka dæmi það sem ég var að segja, þið sjáum rauðu súlurnar eru svokallar temporary agency work eða vinnumiðlanir og við vitum að þær þú veist hérna starfsmannaleigur segi og við vitum að þær eru starfandi hér á landi en þær koma ekki fram í tölunum. Einfaldlega vegna þess að þetta eru útlendingar sem koma hér inn, þeir eru ekki með íslenska kennitölu og þú ferð ekki inn í vinnumarkaðsrannsóknir nema og sért með íslenska kennitölu og jafnvel þó sért með íslenska kennitölu og lendir í úrtaki að þegar eitthvað hringir í þig úr ókunnugu síma að þá ertu ólíklegri til að taka síman. Þannig að við náum ekki utan um þetta. Þannig að við verðum alltaf að hafa aðeins fyrirvara, ok, kannski ekkert að gerast, kannski erum við bara, en kannski það bara vegna þess að við náum ekki utan og kannski þetta þannig að við náum ekki utan í þessum gögnum sem við erum að vinna með. En allavega á yfirborðinu þá erum við ekkert öðruvísi heldur en önnur Norðurlöndum, við vitum það að við náum ekki utan vinnumiðlanir í gegnum vinnumarkaðsrannsóknina.
ef við tökum bara harkhagkerfið og núna dálítið, þurfum við að setja fyrirvara við það, hver skilgreiningin á harkhagkerfinu og ég hef verið í nokkru norrænu vinnuhópum með þetta og við getum, það mjög erfitt að koma sér saman hvað á að vera skilgreiningin. Þetta mörguleyti, þetta ekki nýtt undir sólinni, þetta bara komið á annað form, það komið appið í síman, það sem að var áður. Ég hef stundum sagt í þessu norræna samstarfi, fólk spyrir býtu af hverju ekki með þetta app, af hverju ekki með hitt appið. Við erum með svona óformlegt, svona á Facebook, skuttlarar á Facebook, vinna með litlum fyrirvar á Facebook. Þetta sama fyrirbæri, þetta bara ekki á sama stað. Og ef við förum ennþá lengra aftur, þá þetta í rauninni, ef mér vantaði eitthvað til að þrífa fyrir mig, þá spurði ég mann sem að bendi mér á eitthvað sem bendi mér á eitthvað, skiljið. Þetta svona word of mouth sem við höfum notað hérna í gegnum árin. Þannig að skilgreiningin dálítið erfitt. En hinn Norðurlöndin hafa rannsakað þetta og gert svona kannanir og þetta mælist sem bara mjög lítill hluti af vinnumarkaðnum og þetta mælist eiginlega á sikkurum endanum á vinnumarkaðnum. Það að segja meðal ófaglæra sem eru þá að vinna einhvers staðar, þrífa hjá fólki eða uppáhaldi mitt sem að þú getur hringt í mann sem kemur og setur saman IKEA húsgögnin fyrir þig. Ég vildi bara, já, dásanlegt að hafa svoleiðis þjónustu. Eða þá hinum endanum það sem fólk sem að vinna í þýðingum, að skrifa forrit og slíkt. Þannig að þetta voða lítið á miðjunni þar sem að störfum að fækka hvort þið Þannig að þetta svona eitthvað sem við þurfum svolítið að horfa á þegar við horfum til framtíðar. Nú, ég aðeins að fara lengra inn í þessa fyrstu rannsókn. Þetta rannsókn sem gerðir í Danmörku. Þar sjá að þeir sem að vinna við þetta, flestir í annarri vinnu, margir nemendur og sumir atvinnulausir. Tekjurnar sem þeir að fá ekkert stórkostlegar, og í rauninni og engir réttindi sem fylgja. En flest af þessu fólki með réttindi annars staðar gegnum sem nemendur eða sem í sínu starfi. Þannig að því sjálfu sér kannski ekki þörf á því en þeir ekki til staðar. Þannig að ef að þróunin verður á þá átt að fólk fer að treysta á þessar tekjur til framfærslu að þá þurfum við að horfa á þetta eiginlega allt öðrum augum. Og það sem við sjáum að það stór hluti af þessu fólki, þetta ungt fólk, þetta fólk með lágar tekjur og enga menntun eða þjálfun. Þetta mikið innflytjendur og sumir sem að vinna kannski tímabundið. Þetta fólk sem kannski bæta tekjurnar eitthvað staðar. En við sjáum ákveðna þróun, það að segja að til dæmis með innflytjendur þegar þeir farnir að treysta á þessar tekjur sér til framfærslu. En að því sögðu að þá voðalega erfitt að setja miðamerki með á hvaða hópar þetta eru. Þetta eins mismunandi og þessi fyrirtæki mörg. Það kannski bara konur á einu stað, kannski bara kallar á öðrum stað og svo framvegis. Þannig að þetta svona mjög mismunandi hópar. Nú, það fyrirbæri sem heitir Nordic Online Labour Index. Hérna sjáum við þá hvers konar störf verið að ræða. Þetta sem sagt skrif, þýðingar eins og ég sagði, software development, þetta svona, og þetta ekkert öðruvísi hér á landi heldur en annars staðar. Og ef maður fer á þessar stóru alþjóðlegu plattform, að þá sér maður Íslendinga þar að bjóða fram sína vinnu. Þannig að við erum þar eins og annars staðar. Nú, hér svona index því hvað verið að gera þarna. Ég reyndar hef ekki skoðað þetta alveg nýlega en við sjáum það ekki droslega mikil aukning þarna heldur. Ísland reyndar þessi lína sem sveiflast mest en það einfaldlega af því að það mjög lítið að gerast þannig að hvert einasta verkefni tikkar mjög hátt þarna inn að þetta svona vísitala. Þannig að þetta ekki stór hluti af vinnumarkaðnum, þetta ekkert að vaxa mjög hratt eftir því sem við sjáum. Þannig að það svona það sem að tökum eftir. Nú, af hverju fyrirtæki taka þátt? Jú, það getur verið mjög hagkvæmt fyrirtæki, lágur viðskiptakostnaður, þú þarft ekki verið með sérfræðing í fullu starfi, þú þarft bara ánum að halda einstaka sinnum og þú þarft ekki, það minni fjárfestingi í fastafjármunum, þú ræðir bara eitthvað sem með þau tæki og tól sem að þarf. Hindranir þá að þetta geta verið flókin verkefni og ég veit ekki hvort þið hafi ráði fólk til þess að vinna fyrir ykkur verkefni. Stundum gengur það rosalega vel, stundum gengur það alveg ævintýrlega illa. Þannig að það getur verið svona áhætta í því
og það ástæðan fyrir því að við erum með þessar einkunnagjöf umsagnir til þess að reyna að bæta úr þessu vandamáli. Þú veist ekki hvað viðkomandi getur eða kann. Og svo ekkert víst, þú finnir rétta sérfræðingin á réttum tíma, þannig að þetta svona ákveðin áhætta. En af hverju eru starfsmenn að taka þátt? Sumir eru atvinnulausir og eru að bjóða fram, en þetta geta verið svona auka laun ef þú ert í aukatekjur, ef þú ert í fullri vinnu. Þetta getur verið skemmtileg verkefni, þú getur gert það þú vilt eða þá nennir og svona. En ef þú ferð að reiða þig á þessar tekjur, þá geta verið sveiflur í tekjum og síðan ekkert víst þú fái verkefni, þú þarft að þeim að halda og síðan það stóra máli að þú hefur í rauninni engin réttindi. Það ekkert klárt með réttindin sem þú ert með. Og síðan getur þetta snúist upp í andhverfu sína. Ég heyrði eina sögu af einhverjum Amerikana sem að pikkaði sín verkefni á svona einhverjum síðum og hann var búinn að búa til svona prógram þannig að það pingaði hjá honum þegar kom inn eitthvað verkefni sem að henta honum. Og þetta kannski pingaði miðanótt og þá stökk hann á fætur til þess að bjóða í verkefni, þannig að þetta var orðið, hann var vakinn og sofinn í þessu að ná sér í verkefni, þannig að þetta svona aðeins farið að snúast í andhverfu sína. En stóra málið í þessu það að varðandi vinnumarkaðinn, að þeir sem vinna í svona störfum eru almennt ekki í stéttarfélögum, þeir eru þar af leiðandi ekki með kjarasamning, ekki með verkfallsrétt, það oft gríðarleg starfsmannavelta. Og svona það sem að tíðkast þessi sem kalla zero hour contracts, að þá fer það kannski fólk þorir ekki að segja nei við vöktum og mætir. Þetta allskyns fólk með allskyns ástæður og ein ástæðan fyrir því að það myndast ekki stéttarfélagsaðild það að það aldrei saman á einu vinnustað. Þú bara tekur upp appið, kíkir á hvað verkefnið, þú fer af stað, þú hittir aldrei svona það sem myndu segja gæsalappa vinnufélagana þína. Og þetta sjáum við alls staðar í löndunum kringum okkur, stéttarfélagsaðild að minnka, nema reyndar á Íslandi, við erum á öðrum stað heldur en aðrir. Það mjög athyglisvert að fylgjast með þróuninni sem á Norðurlöndunum eins og þessi plattformfyrirtæki eru sum að færa sig úr því að vera með sjálfstætt starfandi og fara að ráða fólk, einfaldlega vegna þess að þeir kannski lendi því að þeir voru með verkefni en þeir voru ekki með fólk til að fylla á verkefnin. Þannig að þetta svona, og fólk bara kallar eftir því og vil vera í föstu starfi. Nú, hins vegar eru svona ýmis form sem að þróast á Norðurlöndunum. Það sem ég veist til að merkilegast þessi kjarasamningur sem að Foodora gerði félagsforbundið í Noregi og það bleika myndin hérna niður í horninu sem þaðan. Þetta sendla með mat, þetta til alls staðar á Norðurlöndunum, ekki hér. Það bara í Noregi sem hefur gerðið þessi kjarasamningur. Og það að því að þeir tóku sig saman, þeir eru mest kallmenn, ungi kallmenn sem að sendast með mat á hjóli, þannig að þeir hittast aldrei, tala aldrei saman, þeir bara hjóla af stað, að þeir gerðu rosalega mikið úr því að sýna samstöðu. Og þeir voru þarna á þessu torgi og hittust þar alltaf hverjum einasta degi, þeir buðu upp á hjólaviðgerðir þannig að fólk kom með hjólinn sín, þeir gerðu viðsögn frá því hvað þeir voru að gera og einu sinni á dag hjólið Oslo með látum og gangi til þess að kynna sinn málstað. Og það enda með því að Foodora gerir þennan kjarasamning sem eini kjarasamningur sem þeir hafa gert og hann þannig að búin að vinna í 200 tíma að þá hefur kostað því að fara á þennan kjarasamning. Nú annars staðar hefur verið gerð eins og þarna Tjabber í Danmörku hafa verið gerð rammasamningur og síðan sums staðar sem að fyrirtæki fara bara inn á venjulega kjarasamninga þess að þarna Hilf í Danmörku hefur farið inn á samningin 3F. Vist þekki ég ekki neitt, mér bara fannst þetta bara skemmtileg mynd að bæta honum þann inn á þannig ég veit ekkert meir um þann kjarasamning. Þannig að það þróunin margvíslega á Norðurlöndunum. Og ég ætla að bæta við og þetta kemur inn á Ólafur Andri myndist á Uber áðan. Það var bara núna í kosningunum 3. nóvember, þá var Uber mikið í fréttunum í Kaliforníu. Í fyrra voru sett lög sem kölluð var AB5 sem að þrengdu skilgreiningun á sjálfstæðan verktaka. Þannig að það var hægt að túlka það að þeir sem keyra fyrir Uber væru starfsmenn en ekki verktakar og ættu þessna rétt og ýmsum réttindum. Þetta auðvitað deilt, auðvitað málaferli í gangi. Hins vegar var lagt fyrir þetta Proposition 22 í byrjun nóvember sem að einhver leyti nemur þessi lög og gildi, tekur ekki öll réttindi en að einhver leyti og Uber fór í gríðarlega áróður og lýsti öllu að heimurum myndi bara fara á annan endan ef þetta var ekki samþykkt.
Þannig að endanum var þetta samþykkt. Þannig í rauninni var verið að taka mörguleiti réttindi af fólki í þessari atkvæðagreiðslu sem svona öfugt við þróuna sem maður er vanur að sjá í Kaliforníu sem eiginlega svona mörguleiti vinstri sinnaðasta fylki í Bandaríkjunum þó að sé ekki vinstri sinnað á norrænan mælikvarða. Þannig að það er svona síðasti punkturinn sem ég ætla að benda á. Pólitíkin skiptir máli. Og aftur Uber, lögunum var breytt í Finnlandi og Noregi til að liðka fyrir Uber. Það var ekki gert í Danmörku og þar Uber bannað. Þannig að pólitíkin hefur spilað þarna gríðarlega stórt hlutverk. Þannig að þá ég bara komin hér út á enda. Það auðvitað kostur og gallar við þetta svona hagkerfi. Sjálfstæðið það er mjög gott að vera sjálfstæður og hefur frjálsræði og allt það, en það er minna öryggi, þar lítið réttindi. Þannig að það sem er svona pólitíska hliðin á þessu að ræða hvar vera réttindin til, hvar viljum við réttindi verið til og það er svona í þessu umhverfi sem umræðan borgaralaunin verið til, það er að segja að það ertu bara komin út á hinn endana á spektruminu að segja ok, skiptir ekkert máli hvar þú ert að vinna, hvernig þú ert að vinna eða hvort þú ert að vinna, við ætlum að veita þér ákveðin réttindi. Og í þessu, það getur verið margir kosti við það, en það er mjög auðvelt fyrir þessa kosti að breytast í galla. Ef þú ert námsmaður, það er fínt að taka aukavakti hér og þar, ef þú hins vegar innflytjandi og hefur fyrir fjölskyldu að sjá, að þá er fólk stundum í þeirri stöðu að þurfa að vinna á 3, 4, 5 stöðum og hefur aldrei neinar garanteraða vaktir fram í tíman og þú getur verið í þessari stöðu allavega eins og á Norðurlöndunum í nokkur ár. Þannig að það eru kostur og gallar við þetta eins og allt annað. Og með því ætla að segja takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir Katrín. Þetta var mjög góð yfirferð og áhugaverðar pælingar, sérstaklega kannski samhengi við það síðan sem að Þórunn kemur svo inn á eftir. Og í rauninni líka Ísabel frá Stúdentafélag Háskóla Íslands, vegna þess að það er áhugavert líka í sambandi við það sem að þú ert að nefna að skoða þá einmitt þennan stærsta hóp hlutastarfsmanna og kannski þeirra sem eru áberandi í harkakerfinu á Íslandi, sem eru nemendur, bara háskólastúdentar aðalega, sem að virðast hafa mjög lítil réttindi en eru 70-80% að vinna og sem eru mjög mikið. En næst ætlar Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmenntar, að ræða aðeins við okkur og talar iðnnámið og tengingar við háskóla. Þór, þú ert nú ekki með glærur, en þannig að þú kannski bara tekur þig af mjút og þig. Já. Fyrir svo vel. Takk fyrir það. Já, Þór Pálsson heiti ég, mín grunnmenntun ég er rennismiður, en ég hef starfað í kennslu og skólastjórnum í 26 ár, fyrst sem kennari í faginu og lengst starfað í Iðnskólanum í Hafnarfirði eða í 20 ár. Núverandi starf er framkvæmdastjóri Rafmenntar sem er fræðslusetur rafiðnaðarins. Rafiðnaðarmenn hafa haft skoðanir og áhuga á grunn- og endurmenntun rafiðnaðarmanna alveg síðan 1975. Þar sem þeir fóru á stað með endurmenntun vegna þess að þróun í faginu og náminu var svo mikil að þeim fannst þeir vera úrelti daginn sem þeir útskrifuðust sem sveina. Þannig að þá var gert á þetta að stofna til endurmenntunar og ef maður horfir aðeins tilbaka og eins og Ólafur var að sýna, að þá getur maður hugsa sér hvers virði endurmenntunar í dag með hvað hann var þá, 1975. En ég ætla að byrja að tala svona almennt iðnnámið og kannski þessa klysju að þú eru alltaf að efla iðnnám og fjölga nemendum og þetta hefur verið svona klysja í undanfarna áratugi sem hefur verið talað þetta og margar aðgerðir, margar herferðir í þeim anda að kynna nám og störf fyrir ungu fólki. Nú, ímyndamálin hafi tekin föstum tökum og það sem spjótum að sérstaklega beint af stúlkum með myllumerkinu kvennastarf. En þar var svona samtalið í þeim hópi og við vorum að skipuleggja það verkefni var að þetta væri, við varum búin að gefast upp á strákunum, við næðum ekki fleiri strákum inn í námið og til þess að ná 25% þáttöku ungmenna í iðnnámið þyrftum við bara að fá stelpunarinn líka. En svona verkefni hafa náttúrulega gert það að verkum, getum bara sagt, að það er mikil aðsókn í námið og skólarnir eru, já við getum sagt eins og við erum að tala um daginn, þeir eru fullir af nemendum sem að hafa áhuga á þessu, þannig að þetta hefur breyst mikið. En oft hefur maður fengið að tilfenguna að tali sem er að tala um þetta, að fjölga þrjú nemum og krakkar að velja þetta, að þeir sem að tala hæst um þetta eru kannski
meina börn annara, sem sagt ekki sín eigin, heldur börn annara sem ætti að velja þetta, myndi vera fínir iðnaðarmenn. En ég hef líka bent á það að við iðnaðarmenn erum kannski ekki betri sjálfur þegar kemur að þessu og að ráðleggja börnum okkar námsval. En áfram með það að þegar kemur að því að nemendur þurfa að velja og fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla, að þá eru þau spurður í hvaða skóla þeir ætla að fara. Það ekkert verið að spyrja þau hvaða námið þau velja eða hvað þau ætla að gera eða verða stór, heldur þetta skólinn. Og við sögðum oft í iðnskólanum að það er ákvörðun að fara í iðnnám en ekki annað. Og oft þurftu nemendur að verja þessa ákvörðun sína í vinahópnum. En þess að það var mikil, allavega hér í Hafnarfirði var oft mikil barátta milli iðnskólans og Flensborgar nemendur. En svona fleiri verkefnum sem maður hefur komið að í kynningu og iðnnám fyrir unglingum og kannski eitt af stærsta Íslandsmótið iðn- og verkgreina sem við höfum haldið núna síðustu 2 skiptin í Laugardalshöll. Það sem hefur verið keppt í einhverju 20 greinum og kynntar fleiri. Það sem 200 ungmenni keppa í sinni grein og þangað fengið inn 9. og 10. bekk grunnskóla á 2 dögum. Og núna síðast 2019 þegar við vorum með þetta, að þá fengum við tæplega 7.000 grunnskólanemendur inn á viðburðinn. Þetta hefur haft gríðarleg áhrif á val nemenda og það er mjög margir sem að velja innnámið og þeir eru spurðir af hverju eru að tekið þetta. Þá var það því að þau sáu jafnaldra sína vinna að einhverju verkefnum í Laugardalshöll og sem að gæti verið svolítið spennandi og þetta nám var ekkit endilega fyrir gamalt fólk. En námið sjálft hefur líka breyst mikið, þrátt fyrir það. Oft verið talað að við séum að mennta starfsmenn framtíðarinnar með þekkingu fortíðar. En auðvitað þurfum við svolítið að fókusinn á það að menn leiti sér þekkingar og sem sagt haldi áfram með þeim grunni sem þeir fara. Ein af ástæðum í þessum samskiptum við háskólana, þá hefur verið talað að iðnnám sé blindgata. Unglingar sem að komi sér í þá stöðu að vera iðnaðarmenn, að þeir séu komið sér í einhverjar blindgötu og komið sér ekki áfram í framhaldsnám. En með tilkomu áfangakerfis eins og við síðustu öld, að þá hefur þetta ekkert verið blindgata síðan. Og maður kannski nefna þessi dæmi að það útskrifuðust nemendur frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti með sveinspróf í vélvirkjun úr stúdentspróf árið 1980. Og þekki til nemenda frá þeim tíma sem að héldu þaðan áfram í verkfræði og útskrifuðustu frá dönskum virtum háskóla með mastersprófi í vélverkfræði. Þannig að einnig hefur Tækniskóli Íslands sem nú Háskólinn í Reykjavík boðið upp á þetta nám í frumgreinadeild þar sem iðnnemar hafa bara beinan aðgang að skólanum en þeir þurfa þetta að bæta við sér raungrein til þess að halda áfram í tæknifræði verkfræði. Nú, síðan hefur verið eitt frasi núna sem við verðum að bætast í innan hóp að það þurfum við að mikil áherslu að gera nafn jafngilt. Það að segja að sveinspróf sé jafngilt stúdentsprófi. Það hefur verið færð fyrir rök að bæði lokaprófin séu á sama þrepi íslenska efniramans og þess vegna ætti sveinsprófið að vera jafngilt stúdentsprófinu. Ég ekki alveg sammála þessu, en þess að það töluverður munur áherslum innan í náminu og ég heldur ekki alveg sannfærður að ef að námið jafngilt að það virki bara í aðra áttina, að sveinspróf sé jafngilt stúdentsprófi, þá lítur stúdentspróf vera jafngilt sveinsprófi og menn geti þá bara tekið sveinsprófi í einhverju iðngrein eða að útskrifast úr bóknámsskóla með stúdentspróf. Ég nú ekki alveg að samþykja þá átt. Nú, auðvitað má segja að útskrifaðar rafvirki hafi meiri þekkingu í stærðfræði og raungreinum heldur bóknámsstúdent, þar sem rafmagnsfræði ekkert annað en stærðfræði eðlisfræði. En rafmagnsfræðin samt ekki metin sem raungrein því að hún heitir ekki réttu nafni. Að eiga samtali við háskólana varðandi þetta hefur verið mjög erfitt en samt
má segja að Háskólinn í Reykjavík hefur nú verið sá háskóli sem hefur verið svona betra að ræða við móttöku nema sem að koma óhefðbundna leið eins og að ljúka sveinsprófi áður en þeir fara í framhaldsnám. Og þess vegna þetta vont þegar viðtökuskólar eins og háskólarnir skilgreina aðgangskröfur sem stúdentspróf og bóknámsbraut. Þannig að sem að lokar þá á að menn bæta við sig einhverju námi að loknu samhliða iðnnáminu til þess að útskrifast sem stúdent samhliða því. En það má náttúrulega líka segja að renniðsmiður sem stúdent hefur kannski ekki bakgrunn til þess að fara leggja stund á hugvísindi inn í háskólakerfinu. En allavega hefur leiðin að vera sveinn í yngri en ekki lokað á frekara háskólanám í fjöldamörg ár eins og ég nefndi. En nemendur þurfa náttúrulega þetta frekari undirbúning í raungreinum eða þeir ætla sér í verkfræði og tæknifræði og það samanskapi í öðrum fögum ef að hugur þeirra hneigir í þá átt að læra eitthvað annað sem ótengt svona verkgreinum. Nú, upplifun háskólana því að taka nemendur sem hafa bakgrunn í innnámi þar eru menn frekar sammála það í upphafi sem nemendur kannski aðeins undir högg að sækja. Þeir eru ekki, getur sagt, eins innstiltir á nám, getur sagt, á þessum að sé gera lítið úr innnáminu. En þegar það kemur lengra í námið, þá blómstraðir vegna verklegra kunnáttu og þeir þekkja teikningar og þeir þekkja faglega atriði greina sem menn öðlast í iðnnáminu og vinnulag við lausn verkefna sem maður lærir ekkert á bókum. Nú, upplifun á verkfræðistofuna og stórra fyrirtæki sem ráða sér til sín tæknifræðinga og verkfræðinga á sömu leið. Það þurfi langan tíma að þjálfa upp verkfræðing sem kemur bóknámsleiðina inn í vinnuna þar sem hann hefur enga reynslu af verklegum framkvæmdum sem ekki þurfi iðnaðarmenn, þess að hann hefur unnið þessa vinnu kannski sem starfsmaður á plani að framkvæma verki sem hefur verið gert. Þannig að hann veit hvað hann þarf að hugsa til þegar hann að hanna verki. Og það nú stundum verið talað að manni finnist þessum atriðum ekki verið haldið nægilega á lofti fyrir það sem hafa áhugaði strax að fara til dæmis að verða verkfræðingur, að kosturinn við það að fara þá leið að læra iðnnámið fyrst. Nú, svo eru þetta langur vegur frá því allir sem að fara í háskólanám til að sinna fjórðu iðnbyltingunni eins og yfirskriftin hérna. Þannig að eins og kom fram hérna hjá Ólaf Andra var að tæknibúnaður sem að leysa starfsfólk frá störfum einhverju þurfa að smíða hann, einhverju þurfa að hanna hann, einhverju þurfa að tengja hann, einhverju þurfa að forrita. Og þá koma greinari sem það segir eins og renniðsmíði og stálsmíði og rafeingreinar sterkarinn. Og við getum alveg sagt að fyrirtæki eins og Marel og Össur, Skaginn 3X væri ekki þar sem við værum ef við hefðum ekki öfluga iðnaðarmenn einnig. Þannig að þetta styður allt saman hvort annað og við getum sagt að tæknivæðingin hún mun skapa störf samhliða því að útrýma störfum. Þannig að menn þurfa að flytja sig til eða endurmennta sig. En allavega þá held ég að einn liður þess að stunda háskólanám með iðnnám að baki gerir það verkum að þú ert með hærri laun í fríunum og öruggari vinnu og þetta getur kannski minnkað þörf fyrir dýr námslán. En ég held að þetta styðji allt saman hvað annað og framtíð þeirra sem að leggja sér þetta nám eða leggja sig fram við þetta nám hvort sem að er iðnaðarmenn og síðan áfram í verkfræði, tæknifræði muni skila sér í bjartri framtíð fyrir alla. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir það. Kæra þakkir Þór. Mjög áhugavert innlegg. Þá bara dembum við okkur næst beinustu leið í háskólamenntun og starfsþróun.
Spurningin sem að Þórunn Sveinbjarnardóttir varpað fram sem sagt hvort að í rauninni háskólamenntun þá sé lykill að vinnumarkaðnum, gerir ráð fyrir. Hún formaður BHM og fyrrum alþingismaður. Þórunn, þú ert þarna einhvers staðar. Já, ég er hér. Þú ert þarna, þarnastu, já, einmitt. Já, sælverstu. Gjörðu svo vel. Og sæl öll saman. Ég ætlaði nú bara svona að vera með nokkuð stutta hugleiðingu af því að þetta efnið svo víðfemt og það ekki alltaf alveg gott að tala það á stuttum tíma en mig langar mest að tala menntun út frá vinnumarkaði og því hver staða fólks á vinnumarkaði með tilliti til þeirra þróunar sem í gangi eins og allir vita og við erum búin að heyra hér um fjórðu iðnbyltinguna sem löngu farin af stað og við erum í henni miðri og leið og hún kannski breytir öllu þá má kannski á móti segja að hún breyti ekki neinu. Af því að ef við gerum ekki þær samfélagsbreytingar sem þurfa að verða vegna tæknibreytinganna af því að ég svolítið þar að tæknibreytingarnar og atvinnuhættir stýri því hvernig við þróumst sem samfélag að þá kannski verður þessi mikla bylting hún gæti étið börnin sín ef að við erum ekki með lagaramma og samfélagslega hugsun á bakvið það hvernig við ætlum að nýta tæknina og ég þeirra skoðunar að byltingin snúist samfélagið sjálft, það að segja hverjir fá aðgang að tækninni og í rauninni væri hægt að skilgreina alla menntun eða gæði allra menntunar og gæði allra samfélaga út frá aðgengi, það að segja getum við öll menntað okkur, höfum við sömu tækifæri, það þannig á Íslandi að innflytjendur fái sömu tækifæri og við sem erum fædd hér? Ég held við þekkjum öll svarið við þeirri spurningu, svo ekki. Og ég held að eitt af stóru viðfangsefnunum okkar núna innan menntakerfisins og í þessu samfélagi sé að taka hópa á jaðri samfélagsins og færa þá inn á miðjuna. Og það eru við hin sem þurfum að gera það. Aðeins að fá að bara velta upp þessum hugtökum starfsþróun og starfsferilsþróun líka nokkuð sem við tölum oft hér í BHM. Eins og þið vitið öll, þá hefur svo stóra breyting orðið á íslensku samfélagi á síðustu 50 árum að háskólamenntun eða háskólagráða ekki lengur ávísun á atvinnuöryggi og hátt kaup. Hún var það kannski einu sinni og lengi framan af, en það ekki þannig lengur. Og ég ekki að segja að það eigi að vera bein tenging milli þess, það að segja að allir sem hafi háskólagráðu séu á miklu hærri launum en aðrir, en það sem við í bandalagi háskólamanna reynum að benda á að fólk þarf að fá eitthvað fyrir fjárfestinguna sem það gerði í menntuninni. Það þarf að mjög margir borga af námslánum, ýmsir eyða mjög mörgum árum í það að verða sérfræðingur á einhverju sviði, eins og til dæmis fólkið okkar sem að stýra almannavörnum vegna farsóttarinnar. Þau eru alveg með 5 háskólagráður, hvort, Þórólfur og Alma, sýnist mér. Þannig að, og það ekkert ástæðulausu að við setjum líf okkar og samfélag í hendur þessa fólks. Það af því að þau hafa bestu fáanlegu þekkingu á viðfangsefninu. Að sama skapi hef ég alltaf talað þannig og þeirra skoðunar einlæglega að öll menntun skipti máli og mér finnst svona þessi, já kannski, ég veit það ekki, einhverju leyti það snobbað, einhverju leyti var það bara svo trú okkar allra að ef maður færi í háskóla þá yrði eitthvað úr manni og þá geti maður, og í tilviki kvenna var það nú yfirleitt þannig að þá var manni sagt að þá geti maður unnið fyrir sér
og þurfti ekki að stóla á fyrirvinnu annarra og það er auðvitað mjög mikilvægt atriði í lífi allra. En ég held og hef svo sem verið að hugsa það eins og örugglega við öll, sérstaklega eftir að hafa horft á Kveiksþáttinn og verið auðvitað í samskiptum við bæði önnur stéttarfélög og heildarsamtök launafólks og verið að hugsa menntunina í samfélaginu, að við erum svo miklir drullureddarar, Íslendingar. Við erum búin semst að vera að reka áróður fyrir því að unglingarnir velji sér iðn- og verknám sem er frábært og þau eiga að gera og eru að gera núna í stórum stíl. En við vorum kannski ekki endilega að búast við því að þau kæmu. Við báðum þau að koma en við vorum ekki alveg undirbúin að þau myndu mæta. Og nú eru alls konar flöskuhálsar í kerfinu og ég vildi bara ávarpa þetta þess að þetta sé beinlínis málefni á vettvangi BHM, að ég held að þarna sé úrlausnarefni fyrir stjórnmálafólk að losa þessa flöskuhálsa þannig að allt fólkið sem vill afla sér iðn- og verknáms eða annars náms sem þess sem að þú færð í háskóla ekki bara komist í það heldur geti klárað það. Ég held að það væri mikið þjóðþrifamál ef okkur tækist að leysa það. Í stóra samhenginu finnst mér menntun í samfélagi vera að einhverju leyti skipulagsmál og hún er skipulagsmál að því leyti að í hverju hverfi og í hverju póstnúmeri þarf að vera skóli, jafnvel fleiri en einn skóli og það þurfa öll börn, alveg sama hvaðan þau komu í samfélaginu, að ganga í sömu skólana. Og ég held að nú stöndum við frammi fyrir því og þá er ég að tala um hverfiskólana. Og ég hef orðið vör við það hefur aðeins verið samtal í gangi innan Samfylkingarinnar það sem Svíarnir hafa gert á undanförnum árum og hægri móderatorna í Svíþjóð hafa gert við sitt skólakerfi og það hefur ekki lukkast vel og við þurfum að vera mjög ákveðin í því að það verði ekki þannig kerfi sett upp á Íslandi. Það eru auðvitað vísir af því sums staðar að ríkir foreldrar keyri börnin sín í góðu skólana og að þeir sem eru efnaminni sitji eftir í hverfum þar sem að erfiðleikarnir eru meiri. Og ég er því miður ég held því miður að við séum svolítið að fara þangað og við þurfum og nú tala ég sem samfylkingarkona, við þurfum sem jafnaðarmenn að verða gegn þessu með öllum ráðum. Og þetta byrjar í rauninni í skipulaginu og ég veit að Logi kveikir á því hvað ég er að tala. Við verðum alltaf að skipuleggja samfélag okkar út frá aðgengi allra að menntun. Ég held að það sé það sem ég er að reyna að segja. Við í bandalagi háskólamanna erum að sjálfsögðu fyrst og fremst bandalag stéttarfélaga þar sem að við gætum réttinda þeirra sem eru innan okkar raða á vinnumarkaði. Við erum auðvitað líka að lobbyera og gera ýmislegt annað. Það er mikið samtal í gangi og núverandi ríkisstjórn og aðrar eru að leggja grunn að stefnumótun bæði út af 4. iðnbyltingunni sem er eiginlega pínu fyndið af því við erum að elta hana. En allt í lagi, það er allavega gott að við erum að gera eitthvað. En frá okkar sjónarhóli eru þessar miklu breytingar sem eru orðnar og við lifum núna í upphafi 21. aldar. Þær ógna mjög hefðbundnum réttindum fólks á vinnumarkaði. Fyrir 100 árum, rúmum, þegar að Alþýðusambandið varð til og stéttarfélög voru að myndast á Íslandi, stóð baráttan það að allir karlar gætu fengið fulla vinnu. 100% starf fyrir karla. Og það er ekkert mjög langt síðan að fólk hætti að hugsa þannig, því miður. Í dag erum við á vinnumarkaði þar sem að við viljum að allt fólk fái tækifæri til að starfa. Líka þau sem hafa skerta starfsgetu og
líka þau sem hafa misst starfsgettuna eða eiga við eitthvað annað að stríða sem veldur því að þau skila ekki 100% starfi og það er líka þannig að krafan, og ég held að sé ekkert mjög langt í það, að krafan verði ekki 100% starf fyrir okkur öll, heldur hlutastörf fyrir alla sem vilja. Vegna þess að það er meðal annars það sem gerir það að verkum að þú færð fólk, þá býrðu til pláss fyrir virkni á vinnumarkaði fyrir alla. Og þetta er svona, svo í sletti, þetta er hálfgerð paradigm shift af því að við náttúrulega höfum alltaf, eða það er svona viðkvæði allavega hér á landi að vinnan göfgi mannin og ef það sé ekki brjálað að gera þá sé maður ekki gera neitt. Og við erum ekki, það er bara göfugt að drepa sig að vinnu, en við verðum að fara að horfa á þetta frá öðrum sjónarhóli. Við erum að stytta vinnuvikuna meðal annars til þess að fólk geti andað í kviðinn, verið með fjölskyldunni sinni ef það svo kýs eða sinnt sér sjálfu. Við erum ekki að stytta vinnuvikuna til þess að konur geti farið heim og þrifið meira og kallar geti farið í golf. Það er ekki hugmyndir með styttingu vinnuvikunar. Og ég er mjög hrædd við kynleg áhrif þessara styttingar. Það þarf að rannsaka hana þegar þar að kemur. En nú ætlum ég reyndar að reyna að koma mér að því sem ég ætla að segja við ykkur fyrir gefið þennan útúrdúr. Vinnumarkaðurinn snýst ráðningarsamband. Í hvernig ráðningarsambandi ertu sem hverjum ertu að selja vinnuframlag þitt. Og það sem er að gerast og það sem að Katrín var að lýsa með harkinu, ég reyndi að nota harkið miklu víðar en hún, ég nota það ekki bara þau sem eru að leita sér að giggum á svona netinu og á þessum netvöngum eins og við höfum kallað það, eins og eru til á Norðurlöndunum, heldur allt það fólk sem hefur ekki fast starf, býr ekki við atvinnuöryggi og það eru alveg ótrúlega margir, sérstaklega fólk á aldrinum 18 til 35 ára sem á ekki kost á því að vera í fastri vinnu, í harkinu, það er að segja, í tímabundnum störfum eða í tímabundnum giggum og gerir hitt og þetta. Sum vilja vinna svona og það er oft þannig að þetta svona vinna listamenn til dæmis eða þau sem eru í skapandi greinum. En þessu fylgir hins vegar gríðarlegt atvinnuóryggi og líka oft lauslegt samband við þann sem kaupir af þér vinnuna og eða að þú ert ekki í stéttarfélagi eða telur því ekki hafa efni á að greiða í sjóðina eins og sjúkrarsjóð og aðra sjóði. Þetta allavega, við lítum þannig á það hjá okkur í BHM að það að upplýsa fólk réttindi sín á vinnumarkaði og sjá til þess að þau tryggi sín eigin lágmarksréttindi þó þau séu sjálfstætt starfandi og kannski sérstaklega þau eru sjálfstætt starfandi, að það sé alveg orðið lykilmál hér í okkar starfi. Það er mjög langt síðan að BHM var bandalag ríkisstarfsmanna og sá hópurinn á okkar raða sem fjölgar hraðast í, það er fólk á almenna markaðnum. Og þau sem eru í yngri kantinum eru mjög mörg ekki í föstum störfum. Þessi stóra breyting ekkert rosalega áberandi ef við erum 50 plus. Af því að við erum mörg hver bara, við búum bara í öðru umhverfi, það verður bara að segjast eins og mörg okkar eiga börn sem eru í framhalds- eða háskólum og eru kannski á leiðinni inn á vinnumarkaðinn og þeirra bíður bara allt annar díll en beið fólks fyrir 30-40 árum síðan. Allt annar díll. Og þetta finnst mér svolítið vera, þau eins og dóttir mín hefur stundum sagt við mig, þú veist, hvaða díll þetta? Þú veist, það er búið að eyðileggja umhverfið, það er enga vinna að fá, þú veist, og svo eru við tæmið alla sjóði líka og svo framvegis og svo framvegis. Við verðum einhvern veginn að fara að horfa á vinnumarkaðinn meira út frá hagsmunum unga fólksins en út frá hagsmunum
eftirlaunafólks. Ég vil bara segja það eins og er. Það þeir hagsmunir eru auðvitað líka mjög vega þungt, en við erum allt of lítið að setja bæði að afla upplýsinga frá yngstu kynslóðinni, spyrja hvað þau vilja gera og svo á móti á framboðsliðinni hvaða nám erum við að bjóða þeim upp á, hvernig erum við, hvaða ívilnanir erum við að setja inn í kerfin svo að þau geti aflað sér starfsréttinda og þekkingar sem að gerir þeim kleift að fá starf eða vinna við sitt fag. Þetta er nú svona það sem að mér liggur helst á hjarta núna. Það væri auðvitað hægt að tala í þessu COVID-ástandi væri auðvitað hægt að tala mikið fjarvinnu og ýmislegt sem að henni tengist. Ég held við kannski geymum það núna. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt fyrir okkur öll að hafa alltaf í huga að breytingar koma ekki eins niður á körlum og konum. Og það gæti orðið stóra lexían eftir COVID, hverjir báru byrðarnar. Og síðan bara síðustu vildi ég segja ykkur að forsætisráðherra að undirbúa skrif svokallaðar grænbókar vinnumarkaðinn og hún verður væntanlega rituð á næsta ári í svona samráði við heildarsamtök launafólks og SA. Þannig það ýmislegt í gangi en lykillinn að því að okkur farnist vel í 4. iðnbyltingunni að allir hafi aðgengi að menntun og að réttindi séu tryggð á vinnumarkaði og við förum ekki Uber-leiðina í gegnum 4. iðnbyltinguna. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta, Þórunn. Það er kannski bara við hæfi að stæðstu hagaðilar háskólamenntunar, nemendurnir sjálfur, fái orðið núna. Isabel Alejandra Díaz, hún er formaður stúdentaráðs Háskóla Íslands og hún er næst og svo spurning sem hún velti upp er hlustað á stæðstu hagaðila háskólamenntunar. Isabel, ertu það einhvers staðar? Já, sæl veriði. Ég ætla að deila með ykkur glærunum sem ég með. Sjá. Og þið sjáu þetta alveg, það ekki? Jú, þetta er flott. Ok, glæsilegt. Já, ég heiti Isabel og er stjórnmálafræðingur og forseti stúdentaráðs og ég þakka kærlega fyrir boðið á þennan góða fund. Ég ætla svolítið að tala upplifun stúdenta en líka staðreyndir málsins þegar kemur að stöðu stúdenta á vinnumarkaði. Og að því okkur finnst við ekki geta talað framhaldið nema að takast á við þeim aðsetjandi vandamálum sökum kórónuveirufaraldursins. En svona okkar staða á vinnumarkaði hefur verið mikið í deiglunni í rauninni bara frá því að faraldurinn hófst. Og þetta helst einhvern veginn allt í hendur. Það sem ég ætla að gera er svolítið að fara yfir stöðuna, fara yfir kröfur stúdenta og svo útskýra í rauninni af hverju aðgerðir stjórnvalda virka sem hindrun fyrir fólk að háskólamenntun og skapa sömuleiðis óvissu til lengri tíma, svona eins og við metum það. En það var sem sagt þannig að bara í mars var strax ljóst að meginþorri stúdenta væri þegar í erfiðri fjárhagsstöðu út af faraldrinum og að margir yrðu þá atvinnulausir yfir sumarið. Og samhliða sem sagt atvinnuleysisbótum fyrir stúdenta yfir sumarið kallaði stúdentar á líka eftir afnámi skrásetningargjaldsins við Háskóla Íslands og breytingum á útlánareglum LÍN. En ég myndi segja að atvinnuleysisbótakrafan hafi verið sú stærsta og á fundi sínum í júlí ákvað stúdentaráð að þessi krafa stæði sama hvað þangað til að við kæmumst að einhverri lausn. Já, og þetta sem sagt hvernig gerir þetta? Svona, kröfur okkar og ég ætla að fara stuttlega yfir það eða að reyna það.
Svo fyrsta þetta atvinnuleysisbótakrafan og við erum búin að vera sem sagt að kalla eftir því að stúdentar eigi rétt á atvinnuleysisbótum í námshléum eins og þeir áttu til 1. janúar ársins 2010. Við teljum þessa kröfu réttmæta og sanngjarna af því að í fyrsta lagi af launum stúdenta hefur sem sagt atvinnutryggingagjald verið greitt í atvinnuleysistryggingasjóð sem nemur 1,35% eins og bara hjá öllum öðrum vinnandi landsmönnum, en samt mega stúdentar ekki sækja fjárhagsaðstoð í þann sjóð. Og það svona eitt segir heilmikið og svo auðvitað þetta til viðbótar að stúdentar áttu rétt á atvinnuleysisbótum í námshléum til 1. janúar 2010. Við höfum alltaf talað í námshléum. Þannig að ef við myndum snúa aftur til þess kerfis gætu stúdentar einfaldlega sótt sér þann rétt sem að þeir hafa áunnið sér og það einmitt teljum við sanngjarnt. Og helstu mótrökin gegn þessari kröfu eru þau að námslánakerfið eigi að grípa námsfólkið. Og þarna komum við inn í kröfu 2 sem menntasjóður námsmanna og við höfum verið að tala að námslánakerfið að þurfa að tryggja það þjóni tilgangi sínum sem skyldi. Meðal annars með því að hækka grunnframfærslulána af því að ástæða þess að stúdentar neyðast til þess að vinna svona mikið meðfram námi þó þeir séu á námslánum svo að grunnframfærslan þetta bara of lág og svo í ofanálag skerðist lánið þeirra ef að þeir þéna þá tekna umfram frítekjumarkið. Og tilhögun framfærslulána sem sagt falið sjóðstjórn án skýra fyrirmæla endurskoðun milli ára og þetta eitthvað sem að SHÍ benti ítrekað á í umsögnum sínum þegar að það var verið að endurskoða kerfið af því við vorum auðvitað með LÍN og erum núna með MSN eða menntasjóðinn eins og þau vilja kalla það og við rauninni bindum mikla vonir við það að þetta verði liðrétt þegar að kerfið verði endurskoðað aftur eftir 2 ár en þykir þetta mikill miður að það hafi ekki verið bara gert strax. Við vorum líka mjög vongóð að úthlutunarreglurnar sem voru samþykktar í sumar myndu grípa til þessa þá bæði grunnframfærslu og frítekjumarksins og vanalega erum við ekkert mjög mikið að tala þetta bæði í einu en út af kórónuveirufaraldrinum þá var ljóst að það þurfti að einhvern veginn ráðast í breytingar á báðu þessu, þá grunnframfærslu og frítekjumarksins. En sem sagt í þessum nýjum úthlutunarreglum sem voru samþykktar í sumar var ekkert að finna hækkun grunnframfærslu en frítekjumarkið var vissulega fimmfaldað en þó aðeins fyrir fólk sem var að vinnumarkaði að koma og í nám en sem sagt ekki fyrir núverandi stúdenta sem þetta megin þorri fólksins eða hópsins í háskólanum. Og þá komum við að númer 3 sem að það þarf að brúa bilið milli atvinnuleysistryggingakerfisins og námslánakerfisins af því að núna mega stúdentar ekki vera í meira en 12 einingum til þess að eiga rétt á atvinnuleysisbótum en verða svo að vera í 22 til þess að mega þá sækja námslán og þarna eru stúdentar sem að falla á milli, til dæmis stúdentar bara í fullu námi. Og svo það sem ég nefndi við ykkur bara skrásetningargjöldin, mig langar endilega að bæta því við að við fórum fram á að þau yrðu afnumin allavega á þessu skólaári. Það var ekki gert og ein krafan okkar í rauninni að skrásetningargjöldin verði lækkuð eða hreinlega afnumin til bara framtíðar. Af því að við teljum að þau eigi sér í rauninni ekki neina stoð í lögum og í samtölum okkar við ráðherra var talað að það yrði stofnaður starfshópur kringum þetta sem að myndi skoða skrásetningargjöldin og bera þau saman við skrásetningargjöld eða skólagjöld í opinberum háskólum á Norðurlöndunum af því að stúdentar fóru í mikla gagnaöflun í vor og sýndi fram á að hérlendis væru við að borga 5-falt meira en í sambærilegum opinberum háskólum á Norðurlöndunum og við báðum okkur þá einna helst saman við háskóla í Noregi þar sem að gjaldið á bilinu 4.000 til 22.000 krónur á ári sem miklu minna en við borgum hér. En þessi starfshópur hefur sem sagt ekki verið settur á fót og satt best að segja fáum við kannski ekki beint svör við því af hverju.
Aðeins bara gagnasöfnun sem að stúdentar hefur farið í. Mér langar bara aðeins að sýna ykkur þetta hérna á glærunni án þess að vera kannski að fara eitthvað endilega mjög djúpt í þetta. En mér langar að segja ykkur frá þessu af því að ég tel og við teljum að við höfum mætt mjög undirbúin til leiks og við fórum strax í fyrstu könnuna þannig 22. mars og höfum verið að framkvæma svona kannanir síðan. Þessi fyrsta frá 22. mars var hvað mest líðan stúdenta út af því að skólinn lokaði þetta mjög skyndilega þegar að samkompanið var sett á þarna 15. mars. En þessi svo frá 7. apríl og 14. maí var þá hvað mest til þess að athuga stöðu stúdenta á vinnumarkaði. Eins og ég sagði við ykkur þá var það í rauninni bara strax ljóst að stúdentar væri að missa vinnuna sína, kannski vinnur sem voru þegar búin að fá þarna í sumar eða fyrir sumarið, eða væri þá að öllum líkindum að fara að missa hana og sumarstörfin þeirra voru allt í einu bara ekki gulltryggð einmitt. Fyrsta könnuna og aðra könnuna gerðum við sjálf. Þessi könnun frá 7. apríl, ég held ég geti sagt að við áttum okkur á að það er ekki mikið gögn hvað varðar stúdenta á vinnumarkaði og atvinnuleysi stúdenta, ekki fullnægjandi, ekki eitthvað sem að grípur allan hópinn. Og þannig að við förum í þetta sjálf og svo þriðja könnunin frá 14. maí þá kemur Lís inn í þetta með okkur sem á mennta- og menningarmálaráðuneytið. Og okkur fannst það bara tilvalið af því að einmitt við bentum á það væri engin stofnun sem að væri að skrásetja þetta eða afla þetta og það lenti einhvern veginn á okkur. Og bæði könnunin frá 22. mars og 7. apríl hefur viðhorfið verið þannig að það er enginn að gera þetta og við gerum þetta en samt er málsvörnin ekki talin trúverðug. Þannig að með könnuninni 14. maí þá töldum við að ef ráðuneytið yrði með að þá yrði kannski einmitt hlustað. Þannig að við förum í það samstarf og niðurstöðurnar eru þetta ekki góðar og þið sjáu þarna er 38,9% stúdenta sem segjast ekki vera komið öruggt sumarstarf og þetta var í rauninni bara mjög svipað könnuninni frá 7. apríl sem sýndi 40% stúdenta og þetta var rosalega mikið áhyggjuefni en það sem að gerist þarna er að ráðuneytið vill fara í 4. könnunina en þau vilja hafa eitthvað þriðja aðila og það er maskína sem að verður fyrir valinu og þetta er alltaf bara spurningalisti frá okkur, frá SHÍ sem við erum að vinna áfram með og kannski aðeins svona breyta spurningunum en maskína sérst framkvæmir þessa 4. könnun þarna í lok maí, hún, ef ég maður rétt fer út 29. maí og það sem að geta 27. maí þá opnar Vinnumálastofnun fyrir sumarstörf hjá stúdentum þannig að við vorum alveg viðbúin því að þessar niðurstöður myndu sýna lægra hlutfall atvinnulausra en vildum auðvitað bara ná að kortleggja þá hvaða hópa þessi sumarstörf sem var þetta úrræði sem að stjórnvöld komið til móts við okkur með, hvaða hópa það væri ekki að grípa innan stúdentahópsins. Því að eins og við þekkjum þá er stúdentar fjölmargir og fjölbreyttir og já, bara mjög fjölbreytt flóra. Þessi könnun var framkvæmd og hún er eitthvað framlengd aðeins þarna í júní en svo er það þannig að niðurstöður þessara könnunar, 4. könnunar sem að ég kalla bara maskínukönnunin, hafa ekki verið birtar þær niðurstöður og við svona áttum okkur kannski ekki alveg af hverju erum auðvitað búin að óska eftir því að það verði birtar en það hefur ekki beint verið gert. Við erum einhvern veginn bara í samtali ennþá og ég vonast nú til þess að sé hægt að birta þessar niðurstöður og aðeins rýna í þær út af því að ég held að þær gefi betri, bara innsýn inn í stöðu stúdenta á þessum tíma af því að það er mjög eftirminnilegt hérna hjá okkur stúdentum þegar
félagsmálaráðherra auðvitað segir að stúdentar vilji pening fyrir að gera ekki neitt og sendir líka frá sér fréttatilkynningu eða tilkynningu þar sem að tekið fram að forysta stúdentahreyfinganna hafi haft rangt fyrir sér með atvinnuleysið, en það er auðvitað bara ekki hægt eða okkur fannst ekki hægt að segja til það með réttu móti nema að hafa allavega þessar tölur sem að við auðvitað unnum líka bara í sameiningu, en reyndar með menntamálaráðuneytinu, ekki með félagsmálaráðuneytinu. En já, þannig að þetta svona það sem við vorum að gera í sumar og svo erfitt með það, já. En svo sem sagt erum við að vinna að annarri könnun og þá það SHÍ og LÍS saman og þetta hefur verið bara búið að vera í bígerð í svolítið langan tíma. Þetta bara tekur okkur tíma þegar við erum flest öll í námi samlega þessari vinnu og svo þetta líka þarf að fjármagna þetta og svona, og það sem við viljum gera einmitt að það sé þriðji aðilinn sem að komi að þessari könnun sem að væri þá til dæmis félagsvísindastofnun, af því að eins og ég segi, allar kannanir sem að við höfum gert sjálf eru ekki tekið tillit til þeirra því miður. En það sem að kannski núna í síðasta mánuði sem að hefur ollið okkur miklum áhyggjum að atvinnuleysi meðal ungs fólks fer hækkandi og staðan versnar. Og við fengum að sjá í þar síðustu viku fyrstu tölur úr 7. umferð alþjóðlegu Eurostudent-könnunarinnar og það sem sagt sýna að 72% íslenskra stúdenta vinna til þess að sjá fyrir sér og það sem sagt 3% aukning frá því að könnunin var lögð síðast fyrir frá 2016 til 2018 og stúdentar hér eru sem sagt að skora hæst íslenski stúdentar af þeim 26 þjóðum sem að tóku þátt í þessari könnun. Og þessar tölur sýna þá líka að 31% íslenskra stúdenta eiga í fjárhagslegum erfiðleikum og 25% telja að vinnan hafi áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Og þessi könnun var lögð fyrir í vorið 2019, það er að segja fyrir COVID, sem þýðir að það má draga það ályktun að staða stúdenta sé verri núna. Og svo hefur þetta verið að fylgjast vel með atvinnulífstölum Vinnumálastofnunar og þá það rúm 46% sem er ungt fólk, atvinnulaust ungt fólk og ástandið persónulega bara mjög alvarlegt og því spáð að atvinnuleysi aukist á næstu mánuðum með þetta. Og hér vil ég aftur taka fram að það ekki allur stúdentahópurinn inn í þessum atvinnuleysistölum hjá Vinnumálastofnun af því að stúdentar eru ekki á atvinnuleysisskrá af því að þeir eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Þannig að það er alltaf einhver hópur sem að gleymist. Og þá vil ég kannski fara svolítið í úrræði stjórnvalda og mér langar svolítið að tala nám tækifæri sem þið eflaust kannist við. Við skrifum umsögn vegna þessa af því að nám tækifæri á þá að vera átak sem að heimilar atvinnulausum sem að fara í nám án þess að missa rétt sinn til atvinnuleysisbóta. Og hérna erum við þá að tala fólk sem að kemur af vinnumarkaði og fyrir nám. Það er ekki verið að tala núverandi stúdenta sem að mista störfi sín í vor, í sumar, í haust og hafa ekkert fjárhagslegt öryggisnet annað en þá námslánakerfið sem að við teljum ekki fullnægjandi. Og það eru sem sagt þá engar langtíma lausnir ef að það verður til dæmis bakslag eða bara aðrar sambærilegar áskoranir í framtíðinni. Og við erum auðvitað á því að það sé mjög mikilvægt að koma sér til móts við þennan hóp hér, þau sem eru að horfa fram á mikið atvinnuleysi og auðvitað viljum við taka öllu þessu fólki fagnandi inn í háskólasamfélagi. Aðsókn til dæmis í Háskóla Íslands hefur verið rosalega mikið, fjölgað 2000 manns rúmlega núna á haustmisseri og svo erum við að sjá tvöfalt fleiri umsóknir í framhaldsnám á vormisseri og erum ennþá að bíða eftir tölunum úr grunnnáminu af því að það er ennþá opið fyrir umsóknir.
En þetta úrræði námstækifæri svolítið í takt við áherslu stjórnvalda að menntun sé leiðin út úr kreppunni og kjarnar kannski svolítið þetta viðhorf að stúdentar, hinn almenni stúdent svolítið gleymdur í umræðinni og í sumar þá var komið með sumarstörfin og þá var komið með sumarnámi en það voru bara lausnir til skemmri tíma. Við eigum enn eftir að sjá langtíma lausnir og það kannski svona þessi krafa sem að nær þá yfir, þið vitið allt, á atvinnuleysisbótakröfuna og námslánakerfi og að brúa bilið milli kerfanna og við erum ekki að sjá það og það sem að hræðir okkur líka við til dæmis nám tækifæri og þá þessa ofuráherslu á að koma fólki í nám að og það verið að mæta efnahagslegum áhrifum COVID á öðrum sviðum samfélagsins en það svo vandasamt af því að það ekki hægt að senda fólk í nám án þess að bjóða upp á langtímalausnir og án þess að bjóða upp á úrræði þegar þetta fólk hefur svo lokið námi sínu. Af því að til dæmis þetta fólk sem að fara að nýta sér námi tækifæri sem tekur gildi 1. janúar 2021 ef að ég man dagsetninguna rétt að fara að lenda í þessum sama vítahring og núverandi stúdentar. Af því að þeir geta verið á bótum í 6 mánuði samhliða námi en þegar þessum 6 mánuðum lýkur þá þurfa þau að snúa sér að námslánakerfinu. Þannig að við þurfum alvöru breytingar og breytingar sem að taka mið af öllum. Hvað varðar hlutabótaleiðina, hún var framlengd þarna í sumar og við sendum umsögn vegna þessa af því að fyrst sinn þá var tekið mið af stúdentum og viðmiðið var lækkað úr 50 í 25 af því að það auðvitað bara margir stúdentar sem eru í hlutastarfi og ná aldrei upp í 50% viðmiðunar hlutfall. Og svo þegar hún framlengd þá það hækkað aftur og það var ekkert tekið tillit til okkar þar en við bentum á að stúdentar eru alltaf bara í hlutastarfi og jafnvel verða þarna í sumar voru stúdentar sem voru ekki einu sinni með starf. Og svo það 5 frítekjumarkið sem ég nefndi áðan, það önnur aðgerð sem að stúdentar krafðist í útlánareglunum var að 5-fundunin yrði til þess fallin að auðveldara yrði fyrir fólk af vinnumarkaði að koma í nám og það var einmitt gert þannig að 5-fundunin frítekjumarkið var 5-faldað fyrir þau sem að voru að koma að vinnumarkaði og í nám. En svo kemur það fljótlega í ljós núna í haust og rauninni bara alveg óvart að frítekjumarkið að 5-földin var keyrð í gegn líka fyrir annan hóp sem stúdentar sem að hafa ég skal reyna að drífa mig, afsaka þetta. Kom í ljósa að frítekjumarkið var 5-faldað líka fyrir stúdenta sem að hafa verið í námi síðastliðna 6 mánuði en hafa aldrei verið á lánum. Þannig að þar með var alltaf verið að gleyma aftur einum hópi stúdenta og einnig verið að keyra í gegn 5-földin og frítekjumarkið sem ekki var heimilt fyrir í útlánareglum eða lögum sjóðsins. Varðandi hækkun einingaviðmiðsins hjá Vinnumálastofnun þá var vissulega hækkað úr 10 í 12 einingum og ég nefndi þarna áðan að stúdentar mega bara vera í 12 einingum til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum og sú tillaga í frumvarpinu var byggð á því að námsfólk á háskólastigi sé almennt í 6 eininganámstigum en það auðvitað bara allur gangur á því. Fer bara algjörlega eftir námsleiðum þess að það miðast allt við 30 einingar sem fullt nám. Þannig að þessi breyting veitir stúdentum heldur ekkert frekara svigrúm en kannski fyrir 1 til 2 námskeiðum. En það sem að ég vil segja í lokin að þessi ofuráhersla á að koma fólki í nám virkar ekki ef það eru engin önnur úrræði fundin samhliða
og við höfum mætt bara fremur undirbúin til leiks og ekki bara krafist einhvers, heldur líka komið með tillögur á móti, en það ekki beint hlustað á okkur og við höfum líka bara bent á það að svo mikil aðsókn í háskólana að hvað ætlum við bæði að gera fyrir þetta fólk sem að koma, að nýta sér eins og námstækifæri, en þarf svo að snúa sér að einhverju öðru öryggisneti eða öðru kerfi þegar það hefur nýtt réttindi sín og það kerfi heldur ekki fullnægjandi sem þetta bara menntasjóður námsmanna. Og hvað ætlum við svo að gera fyrir allt þetta fólk sem að útskrifast þegar að því kemur? Við höfum í Háskóla Íslands aukið og viljum auka vægi atvinnuskapandi nemendadrifna verkefna með hliðsjón af 4. iðnbyltingunni, en þá þarf líka að tryggja fjármögnun háskólastigsins og það þarf að fjármagna til frambúðar og styrkja innviðina en ekki bara fjármagna til að bregðast við þessari miklu aðsókn í háskólana. Þannig að þetta einhvern veginn, okkur líður svolítið eins og við séum í vítahring og við höldum að það sé ekki hægt að leysa þetta markvisst og vonandi til lengri tíma nema að það séu langtíma lausnir samhliða sem að mun grípa stúdenta núna og mun grípa stúdenta eftir ár og mun grípa stúdenta þegar að útskrift kemur. Ég vona að ég hafi farið yfir þetta ágætlega afsakað hvað ég var lengi Jóhanna. Alls ekkert að afsaka, þetta var mjög góð yfirferð og áhugaverð og mikilvægt að fara yfir þetta og kannski segir okkur líka fyrst og síðast að það ekki nóg að bregðast bara við eins og heldur þarf stefnumótun og það þarf stefnumótun sem að byggir á þeim svona raunveruleika sem að við búum við. Það þetta atvinnuleysi og það þetta bara staða okkar núna í 4. iðnbyltingunni. Ég á því að sýndarsamráð sé eiginlega bara verri en ekkert samráð. Mér finnst það oft verið að nota til þess að þagga niður í gagnrýni en síðan kannski ekkert markteki á því. Þetta eykst atvinnuleysi ungra mjög mikið og það sést vel og námslánin duga ekkert núna frekar en áður og það þetta mjög slæm staðreynd að íslenskir nemendur þurfi að vinna svona mikið en þeir hafa ekki einu sinni þá vinnu til þess að geta séð fyrir sér. Það mun ekki vera til þess að auka aðgengi fólks eða bara tryggja jafnrétti til náms. Næstur ætlar formaðurinn okkar, Logi Már Einarsson, að taka við. Áhugavert að heyra kannski frá honum hvaða skapandi lausnir eru nauðsynlegar, hvernig sköpun og hagvöxtur tengjast og sérstaklega í samhengi við jafnvel áherslur ríkisstjórnarinnar á að steypa okkur út úr kreppunni. Ég á því að það kannski dugi ekki að þessu sinni, en hvað veit maður? Logi, gjörðu svo vel, þú ætlaðir að deila klærum líka. Og þú ert ennþá á mute. Svona, það komið? Ég með myndir, getum við sagt, en þær eru nú alveg jafn mikið fyrir mig bara til þess að muna hvað ég ætla að segja, því að það auðveldara fyrir mig heldur en að díla við bókstafi stundum, en þær tengjast að einhverju liti efninu. Ég var nú svo óheppinn að svara svo seint að þú bjóst til nafni á þessu erindi, þannig að ég þurfti að bregðast í því og þetta verður eiginlega kannski svona yfirferði við það hvað eiginlega ég var að hugsa á meðan að ég var að sitja þetta upp. Sko ég alveg öruggur á því að sköpun getur og hefur stundum mikil áhrif á hagvöxt. En spurningin líka hvort að sköpunin getur ekki líka verið forsenda þess að mannlífið sé betra af því að hagvöxtur hefur þann ókost að hann tekur ekki tillit til tekjuskiptingar eða mögulegar ofbeitar á náttúrunni og aðra slíka hluti og það líka áhugavert hvort að sköpun getur ekki hreinlega fært okkur gæði án þess að hagvöxtur aukist alltaf. Og ég veit ekkert hvernig á að svara þessar spurningu en ég veit allavega að ég kom með aðra spurningu
upp sem að ég varpa fram í lokin, sem að ég held að sé líka áhugaverða þegar við höfum kannski lítið rætt hana á Íslandi. Ég held að það sé auðvitað ekkert, það sé bara algjörlega augljóst mál að það að vera skapandi og hæfileiki mannsins til þess að deila þekkingu sín á milli og ekki síður á milli kynslóða vissulega það sem hefur fært okkur þessa yfirbura stöðu í dýraríkinu. Spurningin sem við þurfum að spyrja okkur núna hins vegar sú yfirbura staða að vera til gæfu fyrir lífið á jörðinni og jörðina almennt. Og það eitthvað sem að maður einhvern veginn óttast og ég veit ekki hvort ég jákvæður eða neikvæður eftir að hafa velt þessu fyrir mér í gærkvöldi. Hvernig skipti ég? Nú allt frosi hjá mér. Þú notar bara örvarna sem eiga að koma hérna líklega, já. Okay. Sko, maðurinn í sjálfu sér ekkert neitt óbóðslega mikil afburðar dýrategund svona þegar kemur að líkamlega atgerfi og ósköp lítilfjörlegum en það auðvitað fyrst og fremst hæfileika okkar til að hugsa abstrakt sem að hefur fært okkur þangað sem að við erum. Það að segja búa til áhöld til þess að auðvelda okkur lífið og takast á við ógnir og svo auðvitað kannski það sem öllu máli skiptir, það hæfileiki okkar til að vinna saman, þróa fjölmenn samfélög sem geta haft með sér verkaskiptingu og hafa komið okkur á einhvern stað og eftir því sem ég hugsa meir og meir þetta þá ég sannfærður að kannski dásamlegasta uppfinning mannsins borgin og það svo margt sem að sprettur þaðan. Og til þess að auðvelda okkur þekkinguna þá höfum við búið til enn meira abstrakt hluti til þess að færa þekkingu mjög hratt á milli og við þekkjum auðvitað prentvélina og hvað hún gerði þegar það var hægt að koma bókum í almenna eign til fólks. En jafnvel fyrir þann tíma, áður en að lestur í hefðbundnu skilningi var aðgengilegur, þá var myndlæsi, sérstaklega á miðöldum, miklu meira heldur en að það hefur verið fyrr eða síðar í mannkynssögunni og þessi fallegi rósargluggi sem yfir dyrunum í Notre Dame, hann fyrst og fremst skraut fyrir okkur en fólk fylltist angist þegar það gekk undir þennan glugga vegna þess að þetta var merkingaþrungið fyrir fólk þess tíma sem maður kunni ekki að lesa. Og þess vegna finnst mér pínu skemmtilegt að myndlæsi yngstu kynslóðarinnar ótrúlega mikið orðið aftur og ég held að það komi aldrei í staðinn fyrir bóklestur en ég held að við höfum ekki að bæla það niður og þetta held ég skemmtileg vídd sem að ég vissum á eftir að færa okkur mikið í framtíðinni. En það var auðvitað samt ekkert fyrr en með vélvæðingunni sem að hlutirnir fóru að gerast fyrir alvöru þegar að vélarnar fóru að taka yfir vöðvaaflið og þá förum við að sjá svolítið grundvallar breytingar sem að eru eflaust til góðs til skemmri tíma og svo það kannski okkar mál hvort þær færa okkur gæfu til lengri tíma. Þetta var til þess að fólk flutti úr sveitum og inn í borgir og þær verða til og störfuðu sérhæfð og það komu upp ýmis vandamál samfara þessu líka sem að kallaði á félagslega lausnir. Okkur auðnaðist að skapa skóla fyrir almenning, við sjáum verkalýðshreyfingar spretta upp og auðvitað réttindabaráttu ýmissa hópa eins og kvenna þarna á myndinni. Og það ágætt að minnast á það hérna í dag að þetta auðvitað sá jarðvegur sem að okkar hreyfing verður til úr og við skulum muna það. En hér svona býsna áhugaverð glæra og nú sé ég hann ekki alla reyndar að því það einhver svona skjár hérna til liðan en þið sjá hann allavega og hún sýnir í rauninni hvernig þessi hlutir, mismunandi hlutir hafa þróast alveg frá árinu 1000 og svona fram á okkar daga og við sjáum að það eru þarna ýmsir atburðir, bæði góðir og slæmir sem eru þarna á vegi okkar
bæði það hlutir eins og svartidauði og ýmsar plágur en líka sem sagt, tilkoma prentvélarnar, upplýsingin, endurreisnin og svo þessi iðnbylting fyrsta. Og þá sjáum við nú að svona líf fólks hefur nú kannski eitthvað farið aðeins batnandi, svona línulega og kannski komið bakslagana slagi þegar við höfum fengið faraldra og annað slíkt. Á meðan að þarna neðst niðri get ekki sé betur en að sé verg landsframleiðsla og svona möguleikar okkar til þess að framleiða morðtæki og stríðstól. Það hins vegar alveg flatt, þannig að eitthvað hefur nú braggast ástandið á almenningi þrátt fyrir að landsframleiðslan hafi verið svona dálítið flöt. Síðan sjáum við að með iðnbyltingunni þá tekur framleiðslugetan og hæfileiki til að framleiða stríðsvopn alveg gríðarlegan kipp og við förum upp í þennan veldisvöxt. En þá sjáum við aftur á móti að þróunin á kannski svona almennum gæðum fólks aðeins hægari. Og þá kviknar upp sá spurning hjá mér hvort að við förum bráðum að horfast í augu við það að siðvitið okkar getur ekki einu sinni nartað í hælana á tækniþekkingu. Og hvar endum við þá? Það eitthvað sem ég held að við þurfum bara einfaldlega að fara að spyrja okkur að. Þetta auðvitað kannski á sinn hápunkt í þeim atburði að við áttum okkur á því að við getum útrýmt okkur. Við höfum svo mikla þekkingu að við getum búið til tæki og tól til að drepa okkur og flest líf á jörðinni og við höfum búið til svoleiðis tæki án þess kannski að við höfum haft tæki hæfileikana til þess að láta það eiga sig. Og þarna bara tæknin svona kannski komin aðeins fram úr okkar svona móral eða siðferðiskennd. Ég held að þessi veldisvöxtur sem er nú á öllu, þessari tækni sérstaklega, hann ekkert grín og veldisvöxtur fyrirbæri sem miklu dramatískar og flóknara heldur en að allur almenningur gerir sig grein fyrir. Hérna sjáum við á hluta af skákborði hvernig eitt trískrón verður að 2 og svo vex það í veldishraða og svo þegar þú ert komin á enda skákborðsins eftir 64 reyti þá ert komið fjall af hrísgrjóni sem að mér minnir einhver hafi sagt að væri jafn mikið og öll hrísgrjón sem hafi verið framleidd í heiminum. Og þetta erum við að glíma við. Þekkingin, hún að eiga sér stað á þessum hraða hjá kannski hverjum og einum án þess að samfélagið hafi í rauninni tekist að ákveða hvernig við getum nýtt okkur til góðs. Þessi loftmynd á borg, hún gæti svo sem alveg verið einhvers konar taugakerfi í líkama líka og þegar ég horfði á hana þá fór ég að hugsa ef það væru til mjög háþróaðar verur úr öðru sólkerfi sem að horfðu niður til jarðarinnar að leita vitsmunalífi, þá ég nokkuð sannfærður að þær myndu ekki horfa á mannin sem einstakling og sýna honum með sérstakan áhuga, en miklu frekar að horfa á borgir, fjármagnsflutninga, gagnaflutninga og þetta víðtæka net sem við erum búin að koma okkur upp og sem okkur sannarlega til góðs í flestum tilfellum. En hvert það leiðir okkur, það bara allt og lítið gaumur gefinn að því. Og við stöndum núna á býsna merkilegu tímapunkti. Annars vegar, þá erum við með þarna til vinstri, þá erum við með róbotinn
sem að sko tekur ekki bara við að vöðvaafli mannsins, heldur einhverju leyti kemur í staðinn fyrir hugsunum okkar. Og það eru fáar takmarkanir sem að einhvern veginn þessu fyrirbrigði eru settar, en þó einhverjar, það þarf að framleiða vélarnar og einhvern tímann geta þær framleitt sig sjálfar, en það eru þó takmarkanir þar á. En það er hin breytingin sem er eðlisbreyting sem er í rauninni miklu dramatískari, og það er þessi til hægri. Annars vegar erum við með að ofan bara svona hefðbundna vöru, svona efniskennda vöru sem er framlengt væntanlega úr einhvers konar dýraafurð og þarf margar hendur við að búa til, allt frá því að dýrið er ræktað og þangað til þetta fer inn í spunaverksmiðjur og kemur í verslanir. En að neðan erum við með þessa stafrænu vöru, þessa óefniskenndu vöru sem að lítur miklu færri takmörkun. Í henni felast auðvitað eins og kom fram hérna áðan miklu meiri verðmæti. Og hún er í sjálfu sér býsna spennandi möguleiki fyrir land eins og Ísland. Við erum hérna einhvers staðar út í miðju Atlantshafi og einkenni okkar og kannski ókostir eru að við erum í risastóru landi en við erum með frekar fáar hendur og við erum mjög langt frá markaði. Þannig að það eru takmörk fyrir hvað getum framleitt mikið. Það eru líka minni möguleikar að flytja vöru hratt og örugglega vegna þess að við þurfum yfir úthaf og það kostar auðvitað líka drjúgt í kolefnissporið að koma vörunni á fjarlæga markaði. Stafræna varan hins vegar, hún er allt öðruvísi. Hún í rauninni krefst ekki margra handa, þú gerir eina prótótípu og eftir það getur þú ýtt á enter, svo að segja, þá kemur nýtt eintak af vörunni og það er hægt að senda hana til Kína eða Bandaríkjanna eða Afríku á örskotsstundu án þess að það kosti mikið og án þess að það skilji eftir sig vistspor. Þannig að hin stafræna bylting ætti að vera grundvöllur fyrir nýrri atvinnustoð á Íslandi. Þetta er svona eins og himnasending fyrir okkur að allar takmarkanir okkar eru eiginlega burtu. Þar að segja, ef okkur auðnast að veðja á það og eyða þeim kostpeningi sem að til þarf til þess að byggja upp slíka þekkingu og til þess þurfum við náttúrulega að fjárfesta miklu meira í skólum og þekkingu heldur við höfum gert og við þyrftum helst held ég annan gjaldmiðil til þess að auðvelda þetta en það er önnur saga. Og óttinn sem að kannski maður situr uppi með núna, það erum við að verða eftir og ég veit í sjálfu sér ekki, ég fann þetta nú bara í morgun, ég veit ekki alveg nákvæmlega hversu áreiðanlegt þetta graf er, þetta var allan að tekja á einhverju voðalega fínni síðu og þetta sýnir nokkra þjóður og heimsálfur og hérna hvernig þeim hefur vegnað í þessari nýsköpun og þróun og þar er Evrópa býsna flöt miðað við aðrar, marga aðra staði, en mér skilst þó svona til smá uppbörunar að hérna ef að Evrópa er svo brotið niður að það séu Svíar og Finnar og jafnvel Danir að standa sig býsna vel. Þannig að hérna, þessir hlutir koma ekki sjálfkrafa og við getum auðvitað dregist aftur úr ef við förum ekki að nota hausinn á okkur meira og minnka áherslur okkar á frumframleiðslu. Og það dásamlega við sá auðlind sem að hugurinn okkar er, að ólíkt öllum öðrum þekktum auðlindum í heiminum, þá vex þessi eftir því sem við notum hana meira. Þannig að ef okkur tekst vel til, þá getum við í rauninni aukið verðmætasköpun sem að ég held að sé algjörlega nauðsynleg fyrir íslenska þjóð núna þegar við erum að horfa upp á aldursbreytingu þjóðarinnar.
Ef við gætum nýtt þetta til þess að auka jöfnuð, bæði kynjajöfnuð auðvitað, en jöfnuð almennt á milli fólks, ekki bara innanlands, heldur alþjóðlega, og við gætum alveg örugglega með þessari nýju tæknibreytingu minnkað vistspor í heiminum gríðarlega mikið. En það þarf þá að vera sjálfstæð ákvörðun að fara í aðgerðir sem tryggja það. Vegna þess að ef við gerum ekkert, þá getum við líka verið að horfa upp á það, eins og kom fram á grafi frá Katrínu til dæmis, þar sem að framleiðslu verðmætin margfaldast en kannski laun sitja aðeins eftir. Við getum hort upp á það að öll verðmætin verða eftir hjá eigendum verksmiðja, eigendum róbóta, eigendum fjármagnsins með miklu meiri hraða heldur en við höfum séð hingað til. Og maður spyr sig, orðið tímabært að fara að velta fyrir sér bara spurningum þurfum við að gera grundvallarbreytingar á skattkerfinu? Þurfum við að hætta að skattleggja vinnutíma launafólks með þeim hætti sem við höfum gert og fara að skattleggja róbótana, framleiðslu einingarnar, fjármagnið með meira hætti, vegna þess að ég mjög svartsýnn á það að þegar að minni þörf verður á vinnandi höndum og fólki í vinnu, að eftirspurnin sem þó verður eftir, að hún deilist eitthvað jafnt. Og mér fannst það koma líka fram á glærum Katrínar. Þannig að við gætum líka verið að horfa upp á framtíð sem að væri enn ógnvænlegri heldur en áður en við þekkst, að hlutirnir gerist með veldishraða á ýmsum öðrum sviðum líka og ójöfnuður geti aukist langt umfram það sem að öll samfélag munu þola. Og hvar á nú hið opinbera að hafa peninga til þess að tryggja gott velferðarkerfi, skóla, heilbrigðiskerfi, jöfnuð. Svo ég tali nú ekki að laga markaðsbrestina þegar einkafyrirtækin var á hausinn í faraldri, ef að við getum ekki tryggt öfluga samneyslu. Þannig að ég er bjartsýnn á að við getum nýtt okkur þessa tækni. Og mér finnst margt skemmtilegt í þeim hugmyndum sem að liggja að baki þessu sem að kalla STEM, Science, Technology, Engineering og Math. Ég held að vanti þó einn bókstaf inn í það eins og menn eru farnir og konur eru farnir að velta fyrir sér. Það sem sagt A-ið, að þetta þarf að vera Science, Technology, Art og Math. Og ég held að það sé framfaraskref að svona framsæknir háskólar, nýsköpun og samfélagi séu fyrir að átta sig á því að það þessi skapandi hugsun sem að í rauninni getur verið grundvallar breytan, vegna þess að ef við horfum á efri hlutann þá í rauninni ekkert af því sem að róbótinn mun ekki hugsanlega geta leyst. Það eru raungreinar, fyrirsjáanlegir hlutir. Þannig að þú þarft þetta óvænta, en það vantar einn bókstaf til viðbótar. Og hann myndi sennilega heita, þetta er á ensku, hann myndi heita VAF. Og það vantar values, það vantar gildi. Vegna eins og ég talaði þarna áðan, að ég er bara hræddur það að siðvitið sé farið að narta í hælan á tækninni. Og eftir því sem að dregur lengra á milli og hraðinn eykst og möguleikar til að búa til alls konar hluti, áður en við getum farið að velta því fyrir okkur hvað afleiðingar það hefur fyrir hvert og eitt okkar og mannkynið allt. Í þeim meiri ógöngur held ég að við komum okkur. Þannig að skólakerfi framtíðarinnar þarf að byggjast á vísindum, tækni, raungreinum, skapandi hugsun og listum. En síðast en ekki síst þarf það að byggja á miklu meiri heimspeki, miklu meiri siðfræði og miklu meiri umræðu gildi samfélagsins heldur en að
við höfum áður rætt. Takk. Þakka þér miklu heldur, Logi. Þetta var frábær yfirferð og eins og bara við erum að búast þá hef ég líklega getað sett hvaða heiti sem á erindið og við hefum samt fengið mjög skemmtilegt erindi sem hefði alveg örugglega náð að koma okkur á óvart líka. Nú, við ætluðum að hafa pláss fyrir spurningar og það væri þetta mjög gaman en mér er svolítið illa við að láta fundið alltaf fara fram yfir tíma sem að gerist þó núna. Ef að einhverjar spurningar brenna á fólki þá getum við nú kannski gefið tíma fyrir 2 spurningar ef að bara fundamenn eru til í það. Jóhanna, fyrirgeðu, ég þarf að fara í útsendingu niður á þing. Ég skil þig. Ég verð að fá að bara kveðja ykkur. En kærar þakka þakkir fyrir fróðlega erindi. Takk fyrir komuna, takk fyrir þitt innlegg. Þannig að ef að fólk er ekki með bara svona einhverjar brýna spurningar, eitthvað sem þið viljið fara í núna, þá getum við alveg sagt þetta gott. Mér finnst þetta hafa verið frábær fundur, frábær innlegg. Kannski stendur við þetta eftir mikilvægi þess að við tökum kannski vísindasiðferði og tæknisiðferði inn, ekki síður stefnumótun sem að fylgt eftir og hvernig fylgjum maður stefnumótun eftir ef að maður til dæmis í stjórnmálum. Það auðvitað með fjármagni. Við sjáum í rauninni raunverulega stefnu ríkisstjórna og stjórnvalda almennt raungerast á fjárlögum. Það er að leiðandi þegar við ætlum að fjárfesta í skólum, þekkingu, nýsköpun, þá þarf þessa eftirfylgni. Mér sýnist enginn hafa gefið sig fram með spurningar og við viljum kannski bara öll komast til þess að það gera eitthvað annað. Þá bara þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir komuna og fyrir að þola þetta svona lengi. Þetta er langur fundur. En takk fyrir. Bless, bless. Takk fyrir.